Þessi þáttur í boði Pop Smells frá Nova Sirius. Þetta súkkulaði pop sem kemur í 2 bragðtegundum, venjuleg súkkulaði og pipardutti. Pipardutti klálega uppáhaldið mitt. Subway, bestu bátarnir í bænum. Subway býður upp á alls konar mat, vefjur, salat, báta. Uppáhaldið mitt, klálega kaldur BMT og ég verð að fá allavega 3 svona smákökur í dessert. Sambíón reka 5 kvikmynduhús, 1 á Akureyri, 1 í Keflavík, 3 í bænum, Álfabakka, Kringlunni og Egilshöll. Þið sem hafa hlustað mikið á bíóblaður vitið að Egilshöll klálega uppáhaldsbíóið mitt. Það ekkert sem toppar sal 1 þar. Ég vil þakka þessum fyrirtækjum kærlega fyrir stuðninginn. Ég vil líka þakka ykkur fyrir að horfa að hlusta á bíóblaður. Ef þið viljið styrkja bíóblaður, þá mæli ég með þið verslu við þessu frábæri fyrirtæki. Ég vil minna á að bíóblaður á Instagram, TikTok og Facebook. Endilega fylgjið mig þar. Ljósberi. Já. Bóki sem ég búin að lesa. Fannst hún geðveik. Ótrúlega skemmtileg bók. Og þú segir þetta sé henni fyrir 12 ára og pluss, 12 ára eldri. Já, ég meina, þegar við nefnum ykkur á tölu þá er svona fullorðnar 11, en fyrsta lagi 12 en síðan sko langt upp. Er ekki komin ykkur skilgreining á þessu Harry Potter aldur? Það var, þú veist, það var þannig að krakkarnir voru alveg á frík út, en við fullunda fólki bara alveg á fullu að þetta vil skrifa? Já, bara skemmtileg saga. En hvað var það til þess að þú fórst að gera að skrifa bók fyrir, ég vil segja eldra fólk, af því að ég er 38 ára og mjög ástum geggjuð, af því þú varst í rauninni með Benedikt Búolf. Það er kannski meira svona barna, eða ekki? Og okkur fórst yfir í eldra? Eldri hóp? Mér langaði að skrifa þannig sögur fyrir mig í rauninni, fyrir táningin í mér. Á endanum það bara þannig. Þú ert ekki að skrifa fyrir einn annan en sjálfa þig, sko. Er það ekki líka bara svolítið möst? Jú. Og þú líka skrifar það sem þú hefur áhuga á. Þú skrifar það sem þú þekkir. Og það sem að þér finnst spennandi. Já. Ég meina, er það ekki, ég hugsa alltaf með mér, allir saman gaman að skapa. Verður ekki að byrja að skapa fyrir sjálfa eitthvað sem þú vilt lesa? Sko, það er jóminn á kökuna að aðrir að fíla það sem þú ert að gera. Er það ekki bara svona bónus? Það er bónus, en síðan aftur á móti, þetta er dálítið snúið, að þú verður að fá annan bónus eða þú ætlar að fá okkur upp úr þessu. Tala nú ekki ef þú ætlar að lifa af þessu. Já, ég skilji, algjörlega. En ég heyrði eitthvað tján, það var eitthvað sem skrifaði þetta, ég sátt viðtal eitthvað. Ef að þér finnst eitthvað töff, þá er mjög líkilegt að öðrum finnst það líka. Eða mörgum öðrum, eða stórum hópi. Já. Það er ekki saman að því? Það fyrir, ég meina, sko, ég komið þetta á móti. Ég spurði ritstjórann minn. Já. Hún sagði við mig, rétt að sagt, og síðan önnur konar sem, þegar ég var að tala við þær velunin sem ég fekk. Ljósberi er sem sagt handhafi íslensku barnabókaverðlaunina í ár. Takk með það. Já, takk. Og það er bara big deal. Ég trúi því. Það geggjað. Og ég er með að tala við þær og við erum að ræða bara, þú veist, fullt af góðum bókum í gangi. Og alls konar. Og síðan aðrar ekki jafn góðar bækur. Og sumar bara frekar lélegar. Og verða aldrei að bókum. Þá við erum að tala handrit. Já, ég skilji. Sem náði ekki að verða að bókum. Já. Og ég spyr, sko, hvað er það? Ég meina, hvað... Ertu með svar? Nei, sko, og því að þær sögðu við mig, sko, við getum skrifað alveg hárréttan texta og við erum íslensku fræðingar og við erum, bókmenntafræðingar og allt það, en við vitum það ekkert. Þú kannt ákveðin hlut sem við kunnum ekki. Sem er þá? Að búið til góða sögur. Já, bara að segja henni góða sögu. Að segja góða sögu. Þá er spurning, hvernig gerir maður það? Það eru alls konar... Flókið spurning? Nei, þetta er ekki flókið spurning, þetta er bara langt svar. Restin af þættinu færi það, þú voru að útskýra það. En svo í stuttumáli, hvað finnst þér einkenna góða sögu? Jú, þú auðvitað verður að... Ég fór á Eternals í gær. Ekki sé mér mikið, ég er ekki múið að sjá hana. Nei. Og ekki hrifin. Hljóma þannig. Nei, það er ekki það. Ok. Hún er öðrísi, þetta er öðrísi Marvel. Ok, sleppum henni.
En hvernig fannst þú? Wrath of the Titans. Nei, ég ætla ekki að... Þú vildi ekki segja. Hún var ekki fyrir þig. Farðu á hana í bíó. Já, ég ætla hana í bíó, potið. Engin spurning. Alveg potið. Maður fer á alla Marvel-myndir. Mér langar að sjá hana. Það er bara þannig. Veistu það, ég er bara pínu glaður að segja hans öðruvísi. Hún er öðruvísi. Ég er spennt fyrir því. Já. Ok, hvað svo, Wrath of the Titans? Nei, hvað hétt hún gamla með Timothy... þetta var svona... Er það Clash of the Titans? Clash of the Titans. Já. Ok. Já. Gamla. Já. Já. Og síðan við tökum hana og tökum síðan nýju Clash of the Titans. Ok? Gamla með stop motion aðferðafræðinni og síðan nýja með meiri hátta CGI stöfi. Hvor var betri? Ég ég sá ekki upprunlega, ég ætla samt að segja hún. Já, 1000 sinnum. Og ég segir akkurri. Akkurri. Og því að þú gast resonera við aðal karakterinn. Það var gefið rými og aðstæður þar sem að þú skildir hann, hvaðan hann var að koma. Þú þarft að resonera við sögupersonurnar. Hvað er gott orðið við resonera? Þú þarft að finna eitthvað tenging, eitthvað samhug við þann sem er að lenda í hlutunum sem er dæmt á hann. Í 2? Nei. Eins og í Prometheus. Manstu þetta þú hefur séð Prometheus. Það er bara eftir Ridley Scott? Já, ég búin að sjá hana. Ok. Manstu í promóinu fyrir Prometheus að þá var sýnd sena þar sem að þau voru öll að fá sér kaffi, allt krúið og voru að tjatta saman og fá sér kaffi áður en þeir fóru í djúpsvefnin, áður en voru frist og sendu út í geim. Ég man ekki eftir því. Þetta var í promóinu. Þetta var ekki í bíómyndinni. Það klippti út myndinni. Þeir höfðu það ekki með. Og ég bara hreinlega skildi ekki af hverju út af því að ég síðan horfa á þessa mynd og mér var drullu sama hvað kom fyrir þau. Mér líka. Eins og með þau í fyrstu Alien myndinni að þú resoneraði með þeim út í að þetta var bara venlegt fólk og þau voru að tjata saman og alls konar svona bandir þeirra á milli skiluru og þeir var ekkert alveg sama þegar Alien creepið kom og tætti þau í sundur. Í Prometheus þeir gleymdu þessu. En hvað er það? Aðalmálið. Af hverju er það að gleyma þessu? Já, það er með ólíkindum. Mér finnst þetta bara að vera söguregla bara one-on-one. Já, þér finnst þetta bara að vera, þetta er partur af öllum sögum, hvort það er skáldsaga, bíómynd, sjónvarpsþáttur, sería. Já, saga er saga. Þú ert að tala mismunandi aðferðir að segja þessu. En góð saga er alltaf góð saga. Já, sammála. Og í ljósbera þá númer 1, 2 og 3 aðal vandamáli mitt í upphæfi og ég vissi ekkert hvað ég var að fara að henda mér út í. Ég bara vissi það ekki. Þú var samt með eitthvað svona hugmynd, eitthvað grunn. Ég setti þetta bara fyrir svona vilna Nei, ég vissi alveg hvernig sagan átt að vera. Nokkurn veginn hvað það átt að vera. Já, þetta er fantasía og... Já, þetta er ekki, basically er hún ekki fantasía. Hún er ofurnáttúruleg. Ég segja ofurnáttúrulegt, ekki yfirnáttúruleg. Það er ekki til neitt sem heitir yfirnáttúrulegt. Allt er náttúrulegt, en sumir hlutir eru bara náttúrulegri en aðrir, þegar þeir eru ofurnáttúrulegir. Já, þú myndir ekki kalla fantasíu? Nei. Það er fullt af hlutir sem vantar í þarna einn sem skilgreinandi sem fantasíu. Ég myndi segja, já, En þú veist að það er galdrar í þessu? Nei, það er ekki galdur í ljósvara. En þess að telekinesis, hvað kallar það? Já, það er ekki galdur. Það er meðfættur hæfileikar. Fjarnæmni. Já, þú vilt ekki skilgreina það sem einhvers konar galdur? Nei. Það er ekki galdur. En seiðskratti, er það ekki eitthvað galdra? Seiðskratti, það er orðið við galdramenn og galdrakonur, já. Við förum nánar út í það í bók 2, sem sagt. Ok. En það er ekki vottur að galdrum í ljósbera. Ok, þannig að ég bara spyrja það núna. Já. Hvernig bók er ljósberi? Myndur þú að segja að vera það overnáttúrulega? Já, supernatural. Supernatural? Á ensku myndi kaninn segja a supernatural thriller. Eða suspense thriller. Já, þú myndir flokka hana þannig? Ég kalla hana, ég kynna hana sem kingimagnaða, kingi þýðir auðvitað galdur, kingimagnaða spennutrillir fyrir táninga á öllum aldri. Fyrir táningin í okkur, fyrir okkur. Já.
og alla hinna. Þú náðir því í mér, ég fann það því ég var að lesa hana. Mér varst það rosa gaman að því ég var að lesa hana. Þá var bara, ég fór aftur í tíman einhvern veginn. Bara því ég var. Það var tilgangur. En það er ótrúlega Ég þakkaði bara kærlega fyrir, í alveg. Ég meina, er það ekki rós? Jú, algjörlega. Það er besta rós, út í að það er tilgangurinn. Jú, ég skal alveg líka viðkynna það að það var ákveðið kall til þá mín og annara rithöfunda þegar þú veist koma fréttirnar því að bara að þá sérstaklega strákar væru hættir að lesa bækur, unglingsstrákar. Það er hrikalegt, sko. Það er rosalegt, en sem sagt í rauninni það ávið bara við unglinga almennt. Ég vildi ekki vera að fara að greina milli stráka og stelpna, þannig að þessna eru sögupersonunar 2 strákar og 2 stelpur. Sem var skemmtilegt. Já, ég vildi hafa jafnvæg, ég pröfaði að hafa þetta fyrst bara 2 stráka, síðan pröfaði að hafa 2 stelpur, 3 ári vel. Já, þú leikst ræðis með það? Já, það fór að halla alltaf á, sikkurum megin, en auðvitað líka bara þetta snýst það að fólk er bara fólk, hvort sem það eru kvenkis eða kallkins, bara skiptir ekki máli. Nei. Og plús það líka, það verður svo fátaklegt að það bara hallar á aðra hliðina. Sammála. Þú færð ekki alla dýnamíkina. Í sammála. Og síðan, við komum aftur inn á þetta, þú veist, að finna resonans, það er þá að láta þau segja söguna. Að hún er í fyrstu personu. Já, hún er í fyrstu personu út frá hverjum og einum karakter og kaplarnir bara skiptast þannig niður. Það er sama sagan en mismunandi vinkill þá frá þeirra sjónarhorni. Þau upplifa hlutina öðru sig. Algjörlega. Mér finnst það skemmtilegt form. Já, og það tók tíma að ná því. En þegar ég var búin að ná því og ég bara segi, ok, ég ætla bara að gera það þannig og ég þvinga mig bara, þá ertu búin að þvinga þig niður í ákveðna leið. Hvernig þú segir frá. Þú veist þannig að þú ákvæmst að vera með fyrstu personu og kaplaskipta eftir karakterum. Já. Þá ertu búin að búa til bara, mót, grindverk og þú þá notar það. Hjálpaði það þér þegar þú varst búin að ákvæða það? Það var stundum vesen. Ég vissi ekki hvað ég var að gera. Ég hélt til dæmis þegar ég var búið með fyrstu ritt, læti rittstjórum minn fá þetta og bara, ég veist bara komið. Og mér bara vinslega tilkynnt fyrir ekki, það er no such thing as a good first draft. Það er enda staðurinn. Og maður bara svona... En þú varst ánægð með það? Já, nei, síðan fór ég yfir þetta og sáleikum með góður, ok, það er mikið eftir að gera. Þú var spenntur? Nei, ég var brotinn. Fyrst, okay. Ég hefði líklegast ekkert farið út í þetta, hefði ég vitað hvað þetta var erfitt. Þetta var erfitt. Þetta er erfitt. Já. Fyrsta bók 2 var ekki erfið og bók 3, ég bara get ekki beðið að fara að klára hana. En þegar þú ert að skapa eitthvað nýtt, þú ert að búa til eitthvað nýtt. Og þú veist, þú ert að vinna með sjálfur, þú ert að vinna með skapandi hugsun. Algjörlega. Með vitaða hugsun. Og við getum að vísu, það er annað samtal alveg út af fyrir sig. Já, það sér það. Hvaðan hún kemur. Já, ég skilji. Bara eins og bara hugmyndaflug og innblástur. Já, og líka bara hvað er meðvitund. Já, þú stann það. Út af því að margir þetta, það eru 2 skólar bara í heiminum. Já. Það er sem sagt að meðvituð hugsun sé bara auka afleiðing af heilastarfsemi. Af físískri heilastarfsemi. Hinn skólinn sem ég tilheyri er að meðvitund er upphaf alls. Allt kemur af meðvitund. Já. Við köllum það Guð. Sumir vilja kalla það Guð. Sumir vilja kalla það annað. Já, þú tala kannski eitthvað svona æðra okkur. Já, ekkert æðra. Við erum ekkert minna æðri en það sem við komum frá. En við erum bara í líkanlegri upplifun. Já, það er bara þannig. Þannig þú vilt meina það, ef það er til Guð, þá erum við bara sama level, er það það? Nei. Er hann þá ekki æðra okkur? Við erum partur af því. Ok. Held ég fatt. Og við erum öll saman í því. Ég og þú. Var ekki sagt því að we are all Stardust? Jú, já, nei, við svo sem erum öll Stardust líkanlega séð, efnislega séð. Já, þú ert að tala um sál til dæmis. Já, sál og meðvitund. Sem sagt, taktu hundið þinn, ok? Þú og hundurinn þinn eru út að labba, horfið báði
bæðið að báðir á hérna Esjuna. Mhm. Ég horf á Esjuna og þú veist það er kannski komið hérna, það er komið sólalag og meira þetta fallið litir að gerast og allt það og heiðskýrt og ég bara, wow, þetta er geðveikt, hæðislega fallegt. Hundurinn horfir bara á eitthvað og er ekkert að pæla í því. Já, ég skil. Hundurinn er ekki með þannig meðvitund. Nei, ekki eins og mannfólki. Ekki eins og við. Og síðan annað, þú tekur 5 manneskjur og er að horfa á nákvæmlega sömu Esjuna. Og þú ert með 5 mismunandi Esjur. Já, algjörlega. Út frá hverju með einni mannesku. Þó að efnilslega séð þetta sama Esjan, en hún er upplifunin af Esjunni eru 5 mismunandi vefur. Af því að þá erum við að tala um þín meðvitund sé öðruvísin hinum. Þín meðvitund skapar þinn raunveruleika. Já, ég skil þig. Og það snýst allt um það hvernig þú bregst við utanakomandi sem sagt þá annarkort stimulanti eða áreiti. Góðu eða vondu. Þú ræður alltaf hvernig þú bregst við. Það er það eina sem þú getur ráðið við. Þetta snýst þetta er bara basic sálfræði, skilur. Já. En þú getur alltaf sett upp á þess að herra plan. Og því að þú stjórnar 100% hvar þú ert staddur hverju sinni í lífinu. Burt sér frá því að sko trukkur kemur inn í lífið þetta eða... Er þetta tala andlega? Andlega, algjörlega. Og bara getulega séð. Hvernig þú bregst við erfiðum hlutum. Við lendum öll í erfiðum hlutum, en þeir eru okkar erfiðu hlutir. Algjörlega. Skilur? Og ég hef svo mikið að pæla sér, en þú segir eitthvað, þetta er basic sálfræði, en það er samt alveg fínt svona að minna sjálf og sig á þetta. Það bara skiptir öllu máli. En talandi meðvitað hugsun, fyrir ekki, ég er að grípa fram í. Nei, þetta er svo, mér finnst það svo áhugavert. Ok, já. En þarna ert þú bara, sitjandi einn, þú veist, og þú verður að vera einn, því er ekki að hafa eitthvað bara svo liði kringu þig. Nei. Og þú ert bara, segjum svo, þú er bara fullkomlega bara í the zone. Og það er bara hlutir að gerast og alltaf, og síðan allt í einu lendur á vegg. Nei, þetta er ekki að ganga upp. Þú ferð aðeins tilbaka, jú, hann gerir þetta gerist þetta, nei, þetta er ekki að ganga upp. Hvað gerist næst? Og síðan kannski bara stökk í 5-6 daga. Það er svo bara hvít blaðsjárur fram með. Já, þú kemst ekkert lengra á hana, þú ert að pæla. Síðan bara ert ekki, þú hættir þessu, ert kannski á klósutinu eða eitthvað. Búm! Maður bara kemur það, og það kemur óumbeðið, bara eins og þú veist, það kemur þessi myndlíking eins og elding, þetta bókstaflega kemur eins og elding. Úr allt annari átt að það kemur allt önnur pæling inn og leysir allt. Og þú ert bara, þú stendur á gati. Hvað, þú veist, þetta eðli með meðvitaða. Hvaðan kom þetta? Já, hvaðan kom þetta? Bara eðli skapandi hugsunar. Það er æðislegt. Þetta er algjörlega æðislegt. Mér hefur hugsað til núna, sástu Inglourious Basterds sem Tarantino gerir. Já. En hann gerir svona umdelt í þeirri mynd, hann drepur Hitler. Já. Það gerist ekki í alvörinu svona. Nei. En hann sagði mér, hann er lent í vesinu, hann var að skrifa handritið, svo held ég hann hafi verið að fara að sofa. Hann bara eitthvað, búm, fuck it, ég drep hann bara. Já. Þannig ég sá fyrir mér, hann er ekki svo elding eins og þú. Já. Þetta er áhugavert. Hei, og ég líka, þú veist, hvernig drapar hann drapar með, þá er alveg þessi, sko, þú veist, eins og hann hefði viljað drepa. Já, allir í kvikmyndasalum voru bara, yes, hann drept hann svona. En þetta er svo magnað, eins og með hann hefur lent á okkur svona vegg og hann var ekki alveg viss hvað hann ætlaði að gera. Við svipum með þig, þú situr þarna, ert að skrifa þessu bók, svo bara allt er eitthvað, búm. En þegar það gerist, stekkur á strax til og skrifar það í tölvu eða handskrifar það okkur, skilur þú? Ég er með ágætis, ég er með fínt minni, sko, varandi svona. Já, þú bara manst þetta. Já, líka, ég er, þú veist, ég er myndskreitir, ég er teiknari og ég er mjög viss, svona sjónræn höfundur, þannig að senan festist í mér og allt sem henni viðkemur. Já, þú sér hana bara alveg fyrir þér. Já, ég sé hana bara fyrir mér og það er líka fullt af cool senum í þessari bók. Þú veist alveg hvert við erum að fara með hana. Já. Hún er bara leiðin í bíó eða sjónvarp. Já, það er líka, já, fyrir það sem er að hlusta núna, að horfa fram á þátt, og er ekki hugsa með sér, býtu heitir þetta ekki bíóblæður? Já. Málið er, ég held að það var mjög hrifin þessar bók. Ég veit að þú ert líka, þú ert nörd. Já. Þú veist hellingum bíómyndir og teikmyndasögur og svona. En málið er, ég er bara viss um það,
að þetta verður eitthvað sem bíómynd. Já. Eða sjónvarpsþættir. Eða sjónvarpsþættir í einhvers konar svona live action formi. Já. Ég bara vissu það. Já, það er margt annað í gangi sem er sko miklu verið þetta. Ég ætla bara að segja það. Ég get ekki undir það. Þetta er bara, veist það, og ég get bara sagt það, og þeir sem eru að hlusta, ég bara byrðst afsökunar fyrirfram, en þetta er bara alveg rosalega gott stöf sem að ég hefur tekist að búa til. Sammála. Ég er bara alveg sammála. Ég náði góðum hlutarna og það tók mér alveg góðan tíma að búa til fyrstu bókina. Ég vandaði mig líka. Vandaði mig mikið. Og síðan bara bók 2, hún er komin. Ég er að fara að skrifa bók 3. Þú sér fyrir 3-leik í rauninni, 3 bækur. Það kom bara í ljós í bók 1 að þetta er alltaf stór saga til að komast fyrir í einni bók. En þegar þú byrjaðist að skrifa hana, þú sagðist að það var lengi að skrifa fyrstu bókina. Já. Hvað eru að tala um? Hvað tekur svona langan tíma eins og með fyrstu bókina? Hvað er það sem tekur langan tíma? Nei, bara hvað varstu lengi að þessu? Bara frá kannski... On again, off again, þú veist... Já, ég veit að þú kannski ekki búin að skrifa stansleika. Prósessin tók 6 ár. Prósessin tók 6 ár, heldina. En stundum, þú veist, ég snert hana kannski í 8 mánuði, sko. Nei, ég skilji, en samt svona... Ég menn, maður þurfti að, þú veist, þetta byrjar upp úr hruninu, að þá, sem sagt, var ég á fullu bara, þá kom út ein bók á ári með Benedikt, allt voða gaman og fínt og síðan missi ég vinnuna, sem sagt, í hruninu og að vísi, ég var frílans líka og bara allir konurnar mínir fóru á hausinn og enginn vildi leika með mér og ég... Leika? Nei, þetta, þú veist, þetta sáfílingur. Ég skil. Þú veist, enginn vildi þekka mig. Nei, ég skil. Og ég sem sagt lendi í massífu þunglyndi. Já, í kjölfarið? Já. Og ég misti sem sagt, trúna á sjálfa mér. Það er með því versta sem hún getur lent í. Ég samanlega tengi svolítið það. Já. Það er rosalegt. Það er óbærslega vondur staður að vera á. Rosalega vond. Já. Vond tilfinning. Já. Þú ert aldrei svona bara einskins nýtur neinstaðar, hvorki fyrir þig neðara í kringu þig. Þú veist bara að glata öðru. Já. Það er hrikalt. Og hvernig náður einhvern veginn að fara frá því yfir í að... Ég er þrjóskur og ég hafði ímyndunaraflið mitt. Já. Og á meðan ég var að pæli því hvernig ég gæti búið til einhverja atvinnu fyrir mig og sem betur fyrir á þeim tíma þá datt inn sem sagt Adobe sem er með Photoshop og Illustrator og InDesign. Þeir voru að byrja með sem sagt að búa til voru með sem sagt Fítus í forritunum sínum þar sem við gátum búið til sem sagt viðmóts tímarit og viðmóts bækur fyrir iPad. Það var iPadin að koma fyrir iPhone og iPad þar sem við gátum verið að búa til nýja tegundir af bækum. Þar sem að þú veist, þá sem sagt, þú ert með texta, en síðan er mynd, þú getur ítt þá á myndina og þá myndir kannski koma upp þess að vídeo og alls konar svona interaktiv. Já, og sem sagt ég þróaði það þannig að við eiginlega bara bryggum til upp og ég þá í nokkur ár var að vinna í ferðabransanum áður en það allt sem að skalla á að búa til sem sagt svona upplýsinga upp fyrir ferðamenn. Já. Og var það skemmtilega? Já, fínt. Ég meina, þú veist, borgaði einhverja reikninga. Er skemmtilega að skrifa bækur? Nei. Jú, nei, það er miklu skemmtilega að skrifa. Já, ok. Er það skemmtilega en að skrifa? Nei, ég er... Það er skemmtilega að skrifa bækur? Já, ég meina, ég er komið þar. Ég er ætla að reyna allt sem ég get að láta þetta verða bara að minni atvinnu, því að þetta er það sem ég er bestur í. Ég er góður teiknari. Fínn hönnuður. Við hefum gert það í 30 ár, skilur, en þetta er bara, þetta er ekki flott. Jú, hann Ólafur er að benda hérna á borðan í stúdíónu, við erum með sérstakann bakgrunn fyrir ljósbera. Ég er líka, og ég er búin að segja við þig, að ég vil bara hrósa líka fyrir bara útlita bókinni sjálfur. Já, þakkaði fyrir. Ég menna þetta hanna ég alls. Já, ég menna, falliði litir á henni, hún er grípandi. Já, þau greiðin í forlaginu. Þeir svona söpu kveljur þegar ég sagði bara fyrir ekki, það er enginn að snerta sér bók nema ég býti kápuna, ég layouter hana, ég set hann upp, ég geng frá hann til prentunar, enginn hann að gera það nefnilega og ég þekki engan sem gera það betur en ég. Já, var það ekkert mál? Þú veist það að berjast þau? Nei.
Að þú líka hefur bakgrunn í þessu. Já, ég meni, ég gerði alltaf betri búarsbækunar, þú veist, og ég kann þetta, ég meni, mér að það alls konar hluti sem maður hefur gert í gegnum aðeina sem hefur partur bara prentprófílnum á Íslandi, sko. Maður var heppinn að taka þátt í því. Hversu miklu máli skiptir, eins og fyrir skáldsögur, að þú getur ekki búið til trailer eða neitt svoleiðis. Hversu miklu máli skiptir bara kápan, cover á bókinni? Öllu. Hún er að grípa augað. Hún gerir það þessi. Já, nummer 1 og 3. Ég hafði aðra hugmynd kápuna til að byrja með. Eins og ég segi aftur, ég er mjög sjónrænna höfundur, þannig að það fyrsta sem ég ger alltaf er að ég býti kápunar af öllu sem ég skrifa. Áður að skrifa bókina? Áður að skrifa bókina. Nei! Bara til að búa til eitthvað feeling, sko. Er þetta bara fyrir þig? Þetta er svona kannski að starta þér? Já, síðan var ég eitthvað skotin í hugmyndinni, sko. Og hún var alveg fín, sko. En þau bentu mér góðlátlega á að þetta er svona 80s kápa. Þetta, þú veist, þetta er ekki eins og kápur, þú veist, bara þetta er svona 80s kápa. Og ég, já, ok, þetta er rétt hjá okkur. Já, ok, þú hlustar á þau í það skipti. Já, maður hlustar á alla, sko, nema bara ef maður er brjálað að slá samanlega. En eins og með nafni, titilinn, Ljósberi, varstu alveg búin að ákveða það næstu frá byrjun, hvenær kom titillinn inn í myndina? Manstu það? Ég man það ekki. Ég bara pæla hvort að meiriðan ferlinu, þá varstu með titillinn tilbúin? Nei, það var ekki. Ekki byrjun. Ég hreinlega man það ekki. Það var annað nafn sem að hét, annað nafn var ektoplasma gengið. Ektoplasma gengið? Veistu hvað ektoplasmi er? Er þetta ekki Ghostbusters? Já, ektoplasm, sem sagt, þetta er útfrimi. Ég var líka, það var annar orð, útfrimisgengið. Þetta er sem sagt í kringum 1900. Allir miðilsfundir, þegar það var að taka ljósmyndir af miðilsfundum. Já. Og þá sér þau svona fólk einhvern veginn og það kemur eitthvað svona stöff út munnunum á þeim eða lekandi út úr augunum og eyrunum, eitthvað svona hvítt dótari sem þeir sett inn á ljósmyndirnar. Og það var ektoplasmi? Það er ektoplasmi, eitthvað útfrimi þá, sem er þá andi sem að raungerist þá í efnisheimum. Já, þannig að þú sér það? Þannig að þú sér það, já. Og ég var að pæli að láta þau, sem sagt, bara finnast það vera cool. Þá var eiginlega feelingurinn allt annar. Þá var þetta bara svona pínuð svona eins og Artemis Fowl, bækurna, þú veist, hann er bara svona hippa cool gæði, þú veist, og alltaf bara hratt og fínt og svona, þú veist, ekkert mál, þú veist, feelingurinn. Já, þú veist, allir ógeðslega ískrandi svalir, þú veist. En Þú hætti við það? Já, ég hætti það til að þú þarft að láta þau lenda í grein og þetta er auðvitað, eins og ég segi, sko, þessi bók, hún er erfið fyrir það sem þau lenda í. Já, algjörlega. Þú veist, og eins og ég segi það, að fá ákveðna resoneringu með það hvað þau eru að fara í gegnum út því að sagan er alltaf sögð þannig að þau eru að fara í gegnum hlutin og það er þeirra upplifun að því sem er að gerast. Ekki bara hasasins vegna, skilur, því að það verður svo rosalega innantónt. Sammála, algjörlega. Clash of the Titans, skilur. Eða Tenet. Já, ok, ég var að byrja á Tenet. Ég er ekki að sammálaði það. Okay. Sorry. Ég var að laumunin. Ok. Þið varst það að persónskupinu fyrir mér. Sorry, ég var að spyrja. The antagonist. Nei, the protagonist. The protagonist. Ég er búin að sjá hana 3 svar. Vá, ok. Já. Sorry, ég ætla ekki að vera Nei, þú veist, hún er að þetta er ekki auðvöld mynd. Nei. Sammála. Og þetta er ekki besta myndin hans. En hún er alveg bara ein af þessu myndum sem að Christopher Nolan gerir bara. Þú veist. Inception, Interstellar og þessi. Hann er að takast á við 3 mismunandi hluti og já. Áður á fólk fyrir að öskra á mig sem er hlusta hún á að ég er búin að tala svo mikið Tenet. Ég ætla ekki að vera í Tenetspjall, mér langar bara skjóðuna annað aðeins. Ég upplýði hana mitt sem svolítið svona einu tóma. Ég tengdi ekki neitt í þeirra mynd, sko. Nei. En ég á marga vinir sem dyrkana, fyrst hún geggja hana, það er allt í góðu. Já, mér finnst bara Robert Pattinson heldur flottur í henni. Það er bara geggja að leika. Og æðislegur. Já.
Hann mun slá algjörlega í gegn á næsta ári. Oh boy. Barna kemur. Hvað ég hlakka til maður? Ég líka. Ha? Hún lúkkar. Já. Sú mynd lúkkar. Engi spurning. Já. Sorry, ég ætla ekki að fara úr einu annað. Þetta var mér að kenna því ég stakk hann á tennindin. Ok, með ljósbera. Af því ég, eins og segi, ég er búin að lesa hana, las hana alltaf og ég vildi klára hana. Já. Og ég myndi hitta þig, kannski eðlilega. Mér var svo gaman, ég gat stundum fæði fólk til mín, kannski búin að leggja ykkur í bíómynd og ég bara hef ekki séð myndin eða eitthvað. Þannig að mér var svo gaman að geta klára alla bókina á hann og ég myndi hitta þig og ég er svo spenntur 2. Ég vil ekki vera spoilera. Ég vil bara segja fólk þetta er bara skildu eign og alveg saman hvort gamall. Já. Þetta er bara svo spennandi saga. Ólaf kinka fór að kolli, hann er saman að vera. Já, ég meina ég þarna þetta, ok, ég meina ef við við getum ringt aðeins í eitt. Það er þetta sem sagt að ég er meiri háttar myndasögu áhuga maður. Já, ég bara vissi það. Hef verið það alveg frá því ég var 6 ára gamall. Það er bara þetta söguform, það náði mér. Bara strax. Ég elska sjónvarpsþætti. Góða sjónvarpsþætti. Og nota bene, ég er 57 ára gamall, þannig að við vorum að horfa á ekki eins góða sjónvarpsþætti og þið eru að horfa á í dag. Nei. Þú veist, forréttinda, fíblin ykkar. Við fáum það allt upp í hendurna. Þið vitið ekki hvað þetta gat verið lélegt, sko. En sumt var helviti gott. Ok. Sumt gat verið skoti gott. Hvað er það með í huga? Þú ert talað um eitthvað svona gamalt. Gamalt. Ég meina, út í að, þú veist, við ólust líka upp á Kananum. Þú veist, Kanasjónvarpið frá Keflavík. Þá náðum við sem sagt sendingunni. Ég er 7 ára þegar við fáum Kanasjónvarpið heim til 11 ára og ég varð 100% bara húgt að því. Og á laugardögum þá vorum við Star Trek og vorum við Voyage to the Bottom of the Sea og vorum síðan var þættir sem heitir Wild Wild West með Robert Conrad. Var myndin gerð eftir þeim? Með Will Smith? Já, hún var bara ömulega sjónvarpsþættin, geggjaðir, allt í svarthvítu og síðan annar þættir sem heitir Combat with Vic Morrow. Þú veist, það var svo aðalleikarinn. Það kom alltaf Combat with Vic Morrow. Og það voru svona ykkur marine gæjar, þú veist, í seinni heimsstyrjöldinni, þú veist, allt í svarthvítu. Já, algjörlega. Þetta er hvað, 70 eitthvað? Þetta er 70 eitthvað. Síðan bara Alþingi kýs að loka á sem sagt útsendingar og þetta er gert á laugardegi, þakkaði fyrir. Ég er á leiðin til vina minna, við erum að fara að horfa á Voyage to the Bottom of the Sea eða Star Trek eða eitthvað og það var engin útsending. Var bara lokað á þetta? Já, og ég fekk taugaáfall. 11 ára gamall bara fekk ég taugaáfall og ég bara, hvað er búið að gera? Og við mörg ár, þá dreymdi að bara, þeir hefðu opnað aftur fyrir Kanasjónvarpið. Ég var bara fullorðinn maður, bara heima með konunum minni og upplöði, hei, þeir eru búin að opna fyrir Kanasjónvarpið. Það sé bara ég að horfa á. Var það draumur hjá það lengi? Fríkað. En hvað finnst þú í dag? Mér þykir áhvert að spjalla það sem það, þú talar sjónvarpsþætti. Og hvað við höfum það gott. Allar þessar streymis veitur í því hvað. Hvernig finnst þessi þróun? Geggjuð. Og jákvætt? Já, ég meina, þetta byrjaði allt með Twin Peaks. Sem er hvað, 89? Já, kannski sent 80, byrjað 90. Ákveð að byrja með Twin Peaks? Jú, það er svona fyrsta, svona experimental, öðruvísi, söguaðferð. Svona annar vinkill. Tekið svona twist á hlutinu og þá byrjuðu menn svona prófa sér áfram í því. Northern Exposure, maður stýttið þeim. Já. Öðruvísi twist. Skemmtilegir, sko. Já, það er líka 90, ekki? Eða svona early 90s, kannski. Jú. Þetta er svona, þú veist, late 80s, early 90s feelingur, það sem svona, þeir eru bara að byrja að experimenta með þetta. Gamla formúlan, sko, vísu fer svo sem seint, ég meina, það er NBC, ABC og CBS sem eru aðalgæðinir, en semst HBO byrja að koma inn með, styttri seríur, því að þetta voru svo langar seríur alltaf, 22 sem er galið. Já. En mér finnst það upp á að halda gæðum, það er ekkert hægt. Það er rosalega erfitt. Fyrir mína parta, og það eru örugglega margir mjög sammála með núna, en fyrir mína parta þá tókst þeim með Lost. Ég er þetta sammálaðið þar. Ég elska Lost. Ef ég mun eitthvað tíma að fá með tattoo, þá er það bara númerinn on the hatch,
þú veist, það? það fyrir hérna. Ég mun verja Lost þá til í degi, sko. Já, ég líka. Þeir sem föttuð ekki loka þættinu Lost, þeir bara skilja ekkert hvað máli gengur út á. Ég er sammálaður. Já. Og mér finnst líka svo fyndið, smá Lost pæling núna, að ég hef ekki oft talað Lost í státtunum. Að því að mér finnst þetta áhugur þættur, mér finnst mjög áhugur sería. Að því hún var að tækla alls konar hluti. Já. Og það var rosalega mikið í þessum þáttum. Og ég var stundum bara mjög hissaður yfir vinsælis. Af því að þeir voru oft svolítið klárir, skilurðu? Já. Það var heimsbyggi og alls þú þurftur að hugsa. Já. Já. Og þurfti líka bara að sýna þolinmæði. Já. Já. Og þannig að ég maður þegar voru sýndir, ég var stundum pínu hissa bara hinn almenni borgari. Það oft, þeir vilja kannski bara Big Bang Theory og eitthvað svona easy dot. Þetta voru ekki þannig þættir. Bara langt í frá. Já. En ég vil líka með það, þegar ég tala við fólk Lost og fólk segir, nei, þetta er drasl, þetta var algjör drasl. Og þá spyr ég, kláraður seríuna? Já. Nei, ég hætti þetta fyrstu. Já. Fyrirgeðu, hvernig gafst það hætt eftir fyrstu? Þegar þeir eru gónandi niður í tómið, loksins búin að opna lúuna maður. Kannski horfið fólk á fyrstu 2 þættinu síðan 2. En mér finnst það einhvern veginn, erfitt að taka mark á því fólki. Það er ekki þetta að taka mark á því. Þetta sem ég myndi lesa fyrstu 20 blaðsinn í ljósbera. Já, einmitt. Nei, þetta er ekkert gott. Já, einmitt. Það er ekki alveg sanngjarnt. Þú ert ekki Það smá er meiri síðan. rosalega, ég meina, þú þarft að minnstu klára alla fyrstu kaplana hjá öllum karakterunum. Lámark. Já. Lámark, án fyrir að dæma þetta. En já, með Lost, er það samt ekki undantekning? Kannski. Veistu margar eitthvað svona nettur Þessu rosalega margir búin að reyna að búa til Lost aftur. Já. Rosalega margar misefnaði seríur sem komi. Sammála. Þetta auðvitað voru einstaklega klárir gæjar, sko. Damon Lindelof og Carlton Cuse og síðan auðvitað J.J. Abrams, sko. Þetta eru klári gæjar. En hann var bara svo lítið í þessu. Já, en hann er, veist, hann startaði þessu. Hann er svona gæið, þú veist, sem hann er klár. Já, við erum ekkert óbúrslega ánæðið með hvað hann gerði við Star Wars, en þú veist, ok. Nei. Ég nenni ekki að tala um Star Wars. Við erum ekki að tala um Star Wars. Nei, ég nenni því ekki. Ég ætla að taka það með sinni, Vara. Það ætla að nördast við Star Wars. Prjóða að taka bara báða bræðurna saman og tala um Star Wars, það er bara... En það var í gaman, að fá líka Ragga. Já, Raggi. Hvað, við erum núna 3 sem eru búin að tala um Ragga. Pétur tilhandi þetta pappas, Ari bróður og ég. Raggi er þetta topp maður, sko. Ég menn það er búin að tala svo vel hann, hann verður bara ekki svona góða til mín. Hann er einn af þeim flottari, sko. Herði, já, ok, við fórum á Lost, fórum í Lost. Nota bene, ég var andur Lost, og ég hefði nefndi Lost að því veitum við til að snildin hjá þeim var að búa til, sko, baksöguna, þú veist, flashback. Það er það sem ég notaði í, ljósbera. Það er svo mikið flashback í til þess að geta kynnt þau betur og til að geta kafa dýpra ofan í það, hvað fær þau til að tikka. Að sem sagt, sagan er ekki bara línulaga sem sagt, frá punkti A til punkti Upsilon, heldur tekur hana okkar dítora aðeins tilbaka sem sagt, út af því að þú þarf að vita hvað kom fyrir þau áður en þau lenda í því sem þau eru að lenda. En þá er ég hrósaði líka aðeins fyrir það, að því að flashback fyrst mér á rosa trikki. Já. Að því að þau geta stoppa sugur. Já, þau gera það nefnilega ekki, já. Það er rétt hér. Mér tókst að gera það þannig að það gera það ekki. Það gera það ekki. Það er líka því að þín flashback, allavega með minni það, að þau eru ekki það löng. Nei. Og þau eru líka áhugaverð. Það eru skemmtilega sögur í flashback. Komdu þeir að efninu fyrir okkur. Þú verður, það er af því þessu önnur regla, ok. Fyrsta regla, þú þarf að vera sama karakterina. Númer 2, ef þú ert að búa til spennandi sögu, hafa hana þá spennandi og komdu þeir að efninu. Já, ekki vera með einhverja langlóku og endalaust. Og, þú veist, sjá ég get nota skemmtilega orðfílingurinn, þú veist. En það finnst mér oft fyrir skáldsögu. Já, það er vandamál. Mér finnst það persónulega vandamál, því ég var svona pínu, á henni byrjaði að lesa ljósbera, að ég var búin ákvæði, með hann kom fóla tíminn og það voru gána að spjalla við hann. Svo frétti ég að þú ætlar að gera þessu bók, eða væri búin að gera þessu bók. Og ég hugsaði með hann, please, verðt allavega skemmtileg. Og ég bara, ég stúddi á nokkrum dögum, að því hún er skemmtileg, að því hún kemur sér að efninu. En nota bene, við skulum alveg passa okkur á einu. Þetta er afþreyingarbókmyndir. Ég bý til afþreyingar bókmyndir. Mér finnst það skemmtilegast. Já, nei, skilur, og það gerir hann ekkert betri eða verri en annað. En síðan eru sko listrænar bókmyndir, eða bókmyndir, skiljú, það sem að
En finnst þér þær vera eitthvað betri en afþreyingabókmyndir? Nei. En Bara öðruvísi? tökum sem dæmi bók sem að tókst að gera bæði og ég hefði bara 1000 önnur svið, það Nafn Rósarinnar eftir Umberto Eco. Var ekki að gera bíómynd eftir því? Jú, það var gerð bíómynd, en það sem að Thor Vilhjálmsson, hann þýddi hana. Thor heitin Vilhjálmsson, hann þýddi hana yfir á íslensku. Og hans þýðing snildarverk. Þetta var svo vel þýtt? Já, en það líka hann fekk velun fyrir það, bara út allt. Ég nefnilega las Nafn Rósarinnar fyrst á íslensku eftir Thor. Síðan nokkrum ára síðar las ég hana aftur á ensku, í ensku útgáfunu, því hún skrifað á ítölsku, þú veist, Umberto. Já, þetta upprunalega ítölsbók. Já, og það var óbærslega mikið að latinu í henni og allt það, ég var eins og sem í latinu í MR og allt það, bara útskrifast með latinu pró og allt í góðu með það og það var bara gaman. En þetta var bara 2 ólíka bækur á ensku og íslensku. Og hérna, sem sagt, Nafn Rósarinnar ekki afþreyingabókmynd, en aftur á móti fjallar hann þetta morðsaga, bara pjúra morðsaga, who done it. En hún tekst á við allan heiminn, þegar tekst, það auðvitað yndislega bækur, Halldór Laxness, sögurnar hans, þetta mikil dramatík, en hún líka að fjalla sem sagt, þetta ástandslýsingar þess tímabils sem að sagan gerist í og ef þú lest til dæmis tökum sem dæmi Gerpla hans skopstæling af fóstbræðrasögu Þorgeir og Þormóð fóstbræður sem áttu að vera hetjur sem riðum héruð og þetta voru fávitar. Það voru algjörir asnar, og rottar. En í fóstbræðra sögu, þá voru en í Gerplu, þá bara sagði frá þeim, þeir voru bara andskotans fávitar. Með massív, svona daddy issues. Og allan pakkan. Allir pakkin, og hún svo fyndin. Ég og Danni bróðir, við byggum saman einu sinni, og vorum að lesa hann á sama tíma, hann í sínu svefnherbyggi og ég í mínu svefnherbyggi og búum að lesa á hann við fórum að sofa, sem byrjaði hann að hlæja og ég byrjaði að hlæja og hann spyr, á hvaða síðu ert þú? Já, ég líka þar. Og, lesa á sama tíma? Já, og hlóum og hún svo snilldarlega vel skrifað, þú tímir ekki að klára síðuna. Þú bara ákveður að lesa hana bara hægt, þetta svo mikil snilld og síðan bara gólu að hlátri. Gerplu, ég hefur ekki búin að lesa Gerplu, lestu Gerplu. En eins og með þá hana, myndir þú að kalla hana, að því þú séum sér fyndin, hann fer Nóbelsverðlaun fyrir Gerplu. Þetta, innan gæsalappa, alvöru bókmyndir, en líka afþreyingabók? Já. Eða skilur, að því þér varstu fyndin, skemmtileg, uppfyllur hvort það ekki? Já. 100%. Það magnað. Já. En þú veist, alvöru bókmyndir ekki leiðinlegar. Þetta þarf bara, ég meina, þú veist, Hómer, Iljónskviða, þetta ljóð, skilur og ef þú lest þetta ég fór í bókmyndafræði og ég elska sögur, punktur við elskum öll sögur, þú elskar sögur síðan aftur á móti bara fólk með ákveðin smekk líka bara ákveðin form sem það kýs það bara fer bara eftir því á hvaða spektrum þú lendir, skilur það svona til mér, mér finnst ég örugglega að fremja sjálfsmorð núna, hvað var það, en ég skil ekki á hverju Kiljan sem þetta ekki Halldór Kiljan Laxness heldur sjónvarpsþátturinn Kiljan, Egill hann fjallar ekki ungmennabókmyndir og ég bara hreinlega skil það ekki út í því að þetta eru bara þær bókmyndir sem að við í dag verðum að gera vel á íslensku til þess að okkar ungmenni hafi bara hreinlega áhuga á að lesa svona bækur á íslensku til þess að þeir séu hugsanlega framtíðar lesendur annara bóka, því eldri sem þið verða. Af hverju heldur ungt fólk í dag, úlingar, eða bara ungt fólk, af hverju heldur við sem að lesa svona, eða þau sé að lesa minna, heldur við genum? Sjónvarp, tölvur, allt annað áreiti. Ég meina, ég að berjast við,
Þetta tölvur hafa verið til í Já, ég veit þó nokkur ár, sjónvarp líka. og með því Er þetta samfélagsmiðlar? Er þetta snjallsímanir? Já, allt. Af því að ef maður pælar í TikTok, þetta er alltaf svo hratt stuttaklippur. Guð mig góður, ég fór hún á TikTok, stofnaði reikning til þess að, því ég er að reyna að promotera bókina. Ég er að fylgja þér. Guð mig góður. Þetta er ekki góða stað til að vera á. Þetta er rosa sérstaklega staður. Já. Og það sem fólk lefur sér líka að segja og svona, en þetta er spooky. En eins og með það, því það er svo mikil hraði í því. Að þú ætlar að setjast, það er ekki hraði beint í að lesa bók. Þú sest niður að leggst niður og les bók. Hvað þarf að vera hraði? Nei, það er sem ég spyrja þig. Ég er bara að pæla, er unga fólki orðið bara svo vant í að fá svona allt strax og þetta er svo hratt og svo stutt. Instant gratification. Instant gratification. Já. Það er ekki beint þegar maður les bækur. Nei. En það er samt svo nærandi. En þú þarft samt sem að fá þetta ákveðna gratification. Ákveðna, getur við sagt fullnaði eitthvað, ég veit það ekki. Ég meina, ykkur umbun. Það er betra kannski að segja það. Já, en hérna, ég sletti rosalega mikið, ég reyna að sletta eins lítið ég mögulega get, en að minnskosti, að þú þarftu auðvitað að fá alltaf einhverja umbun. Ég meina alveg saman hvað þú að gera. Nei, þeir eru átt að lesa sögu, ok, þú ert að lesa sögu og hinn eru þessi hluti að gerast og síðan kannski, við skerum þetta mjög basic, vondi gæin er að gera einhverja hluti og góði gæin er að tapa og en síðan viltu fá okkur umbun þar sem vondi gæin bara fær sitt í lokin. Já. Ok, George R.R. Martin í Game of Thrones, hann gerði okkur brjáluð í mörg ár. Já. Joffrey er þá lifandi, það er bara... Já. Við fengum enga umbun. Þeir hrundu niður góðu gæðinir eins og flugur og meðan að vondu gæðinir bara held á hann að gera það sem er síndist og maður bara... En af hverju held fólk á hann að lesa? Svo snilda vel gert hjá hann, sko. Því að þú fórst að resonera með vonda gæðin. Já. En kannski ekki beint halda mann. Nei. Þú fannst eitthvað svona... Þú vildir hafa hann inni sem karakter. Já, þú elskar að hafa. Já. Eins og Joffrey, já. Eða bara, þú veist, Rich Man, Poor Man, það voru sjónvarpsþættir. Hvað þetta var það? Rich Man, Poor Man, það var með Nick Nolte, þetta er svona fyrsta sem Nick Nolte leikur í, Peter Strauss, hérna, þetta eru bræður, Jodie, hérna, miskuð þú veist, og annar sem sagt fer í háskóla, hinn er hérna svona óstyrlátur, það er Nick Nolte í gæðin, og hérna hann fyrir bara sjóin og boksa og svona og þeir fara svona sikkur áttina, ok? Annar verður senator, hinn er bara, þú veist, hann er ekki sko lúser, hann er svona hræðilega sterkar réttætiskend og lendur alltaf upp á móti öllu, sko. Hann er ekkert vondi, kallar. Nei, alls ekki, hann er við höldum alltaf með honum og höldum með þeim báðum og það er alls konar vesen og allt það. Síðan kynnist við Falconetti. Besti vondigæi í sögu sjónvarpsins. Og núna bara getur fólk bara hérna Falconetti var svo góður vondugæi veist, og ég veit ekki hvað ég var að spoila þetta en hann sko... Er þetta ekki 100 gamla þættir? Nei, er það mynd? Nei, þetta eru þættir. Já, Rich Man, Poor Man. Það voru bara 2 serjur, þetta er byggt á skáldsögu. Falconetti, maður. Er þetta hann? Þetta er Falconetti. Hann er með lepp út af því að Jodie Corash, hvað sem hann hét, Nick Nolte, hann hérna lamdi hann svo illa í hérna slagsmálum að hann misti annað augað. En af hverju er það besti vondugall sögunar? Og því hann var bara svo vondur. Personan, hann var svo trilltur. Og síðan þetta, honum tókst það sem honum ætlaði. Það sem hann ætlaði. En hvað er enginn vondugall? Góða vondugall? Það þarf að vera interessant. Þú þarf að þetta... Er nógan sem bara vondur? Nei. Er það ekki spínu boring? Hann þarf að halda, jáfnvel að hann sé góður. Já. Er það ekki mest interessant? Jú. Já, vondugall halda hann sé góður. Algjörlega. Ég er líka leikur til dæmis ef við tónum sjónvarpsþátt og bíómyndir. Þeim er skemmtilega að leika svoleiðis karaktera sem eru karakterar. Nei, við erum með fullt af vondum gæjum í gangi bara út allt í kringum okkur. Það er til óbúslega mikið af vondum gæjum. Já, þú veist bara að tala alvöru. Já, alvöru, vond fólk. En það er ekkert skemmtilegt. Það er bara skemmtilegt í fiction. Skáldsögum og... Hérna er þetta bara hættulegt, sko. Ég er að segja það. Ég vil ekki... Þetta er svo mjög ofbeldi bíómyndum og þáttum mjög skemmtilegt. Ég meðist alvöru ofbeldi alls ekki skemmtilegt. Nei, og alvöru ofbeldi er líka bara svo hættulegt. Já. Þú þarf bara eitt högg og þá getur þú óvart dreipið mann.
Já, ég meina það bara margótt gerst, bara Já. því miður. Því miður. Því miður. Fótboltamaðurinn í Grindavík, enski gæinn, Já. gerði eitthvað svona, veist, sló fyrir aftan sig út í að gæi var eitthvað að appast upp á hann og kæristur hans. Já. Nefið upp og Þetta er bara hrikalegt. aldrei eitt. Já. En mér finnst allt í lagi samt þegar maður að horfa á eitthvað svona John Wick eða eitthvað hasadótt. Hann er að skjóta 100 gæja í Ertu hausinn. búin að sjá leynilögu? Já. John Wick atriðin í leynilögu. Já, það er svona John Wick aðri í leynilögu. Og ég fekk hann stimmi leikstun og hann sagði þetta, já, ég sendi gæjar sem sá svona stöndadrein, John Wick, ég fór eitthvað þessu líkt. Það var John Wick, Bad Boys, þú veist, það er svona sena, þú veist, það er þeir tveir leynilögga, fannst mér geðveik. Mér fannst þú mjög skemmtileg. Ég fílaði hann í botnum, því að þú veist, maður sá það alveg, eins og hún sagði pródusentin, ég sá hann í þetta meður, Lilja. þau voru bara að hafa gaman, nummer 1, 2 og 3, og láta öðrum finnast gaman að horfa á það sem voru að gera. En eins og með það, ég myndi að búa til eitthvað skemmtilegt, eins og þú segir sjálfur að þú ert svona afþreyingar rithöfundur. Var það ekki þannig? Nei, sko... Eða afþreyingar bók, nei, sko, allavega. Ég er að skrifa sögu, og ég er alveg, þú veist, mér er full alvara, sem sagt, í því sem er að gerast. Ég lifi mig 100% inn í það sem börnin er að lenda í. Og ég hef grátið með þeim. Ég meni, það er sena þarna í bókinni sem að þú hefur lesið, Já, það sem kemur fyrir hana Tótu. Ekki segja það samt. Nei, segjum það ekki. En ég grét, og ég grét mikið. Það er mjög átakanlegt. Já, og síðan auðvitað í lokin á næsta bók býttu bara, elsku kallið minn. Þú er búin að gera mér svo spennt af Ég hágrét yfir því, þegar ég var að klára hana og ég bara, nei, hvað er ég búin að gera? Hvað er ég að pína þetta fólk? Og ég var upp í sumarbústað og Herdís, kona mín, bara sem sagt var í bænum og hún var akkurat að koma þegar ég er að klára síðustu síðuna. Þú hágrandi bara að kemur. Og síðan bara lappar hún inn og ég bara, þú veist, bara útgrátin í framann og hún bara, hvað fyrir? Og sýndi henni síðuna. Sýndi henni síðuna. Og hvað sagði hún þá? Já, og hún var bara búin að fylgjast með þessu, sko. Hún skildi alveg? Já. Og þú er búin að gera mig þvílinn spenntan, að ég er að nýmda hvað geta það verið. En alls ekki segja mér það, að ég myndi alls ekki vilja vita það. Þetta er bara gaman, þetta er rosalega gaman, þú veist. Þannig að afþreying, síðan, þú veist, út í að, sko, afþreying er óbærslega svona léttvægt orð. En af hverju stundum finnst mér þessi litið niður á það? Já, það er bara máli. En af hverju? Af hverju litið niður á ungmennabókmenntir? Já, af hverju? Þú veist, ykkur kemur upp að mér og segir, já, hvað gerir þú? Já, ég er rithöfundur, þú veist. Ég er rithöfundur. Já, þú þótt að segja. Og hún segir, við komum að segja, já, og hvað skrifar? Já, ég bý til barnabækur og ungmennabókmenntir. Já, og svona feelingurinn er þá fljótt í og hvernig ætlar að fara að skrifa eitthvað sem skiptir máli. Hvernig ætlar að skrifa eitthvað alvöru? Já. En það er ótrúlegt. Og það er óbærslega fyndið. Fyrir utan það að stundum er það bara svakalega sorglegt út af því að maður fær ekki sömu sem sagt athygli og aðrir samanber Egill og Kiljan við komast ekki að. Nei. Það er erfiðar að fá ritdóm í mokkanum. Við þurfum að vera bara ógeðslega frek. En það er svo galið, ákveður ekki pláss fyrir alla? Góð spurning. Mér finnst það vera pláss fyrir alla. Já, það á að vera pláss fyrir alla. Já, að því ef eitthvað er vel gert, þá er það vel gert. Það skiptir ekkert máli. Já. En það er aðri fordómar sem við þurfum að díla við líka og sérstaklega ég er að komast að því núna. Ég voru til Nexus daginn og var að lesa þar upp og allt er góða með það. En þá fattaði ég hlut að sem sagt, bara mitt fólk í Nexus, ég er einn af þessum aðal Nexus gaurum, Ég elska Nexus. Það er út af því hlutin sem ég var að gera og mínir líkir alveg frá því voru litlir sem er ástæði fyrir því að fyrirbreyði svo Nexus er til og allar þessi comic book, þú veist. Algjörlega. Þannig að ég labba með mína bók þarna inn, bara keikur, ekkert mál, bara, hey guys, hún er loksins komin, bara bókin fyrir sem þeir eru búin að bíða eftir, Þá þetta er aðri fordómar. Alveg eins og Arnaldur lenti með sína fyrstu bók, Krimmi á íslensku. Fantasi á íslensku, þetta er bara drast. Já, þú meina það. Ja, þið vilja freka lesta það, sko. Halda að íslenskt sé eitthvað glata. Sé bara ekki bara stænst ekki samanbörðin. En það er bara, þú veist, þetta er bara svo mikil vitleysa, sko.
Ég get að segja strax núna, því ég er búinn þess að ég er búinn að ítrekka að segja þetta, ég er búinn að lesa þessu bók. Og það sem ég veist bara snilt við bókinu þína, er að þú nærða að blanda saman. Þessa supernatural, ég ætla ekki að segja fantasía. Og overnáttúrulegu. Þetta er svona overnáttúrulega dóti. Blandar í saman við, fyrst með svolítið svona íslenska sögu, og þetta einhvern veginn bara virkar. Og það fannst mér alveg magnað, því ég held ég er eitthvað svona, ég veit ekki það alveg, en ég held þetta kannski pínu eitthvað svona, ok, er þetta eitthvað, oh my god, eitthvað svona galdra íslenskt dót eitthvað. En þetta var bara, þú bara náður þessu. Halda þessu niðri, halda þessu á jörðinni. Það eru brjálaðarslega, overnáttúrulegi hlutir að gerast. En þú heldur þessu á jörðinni og gerir þetta raunverulegt þegar þú lætur það fari í gegnum huga og augu karakterana. Af því ég keypti allt þetta eitthvað, gerist eitthvað í Vesturbænum og ég var bara eitthvað, já, þetta er alveg pottið. Og haugurinn, hann er til eitthvað þar, það er alveg pottið. Já, hann er þetta. Ertu ekki búin að sjá nýjastu auglýsingunum mína? Já, byttu, var það mynd? Það var eitthvað myndar, það ekki? Já, það er bara haugurinn. Já, þú byggir þetta á einhverju... Ég heldur þetta er allt til. Já, þú meinar? Já. Ég held að það var eitthvað bull í þér. Nei. Að vísu, húsið hans Hannesar er ekki til. Ég passaði mig á því. En allt annað var eitthvað svona, þú veist með eitthvað svona alvöru reference. Já. Þetta er bara mitt hverfið sem ég ólst upp í. Þetta er bara minn Vesturbær. Og Hagaskóli. Já, hérna er þetta mitt. Já, mitt. Fyndið. Já, en ég vissi það ekki þegar ég las hana, en mér fannst þetta vera, þú veist, ég bara keypti þetta. Já. Þetta bara virkaði. Þetta er mjög gaman. Ég er mitt að díla við að hver illa ég á að fara með Vesturbæinn. Já, þú meina það. Hvaða hverfi ég sprengi upp eða ekki. En það er nú góð við svona skáldsögur, þú getur gert það svo vel. Já, en það eru afleiðingar. Það eru orsakar afleiðingar öllu sem það gerir. Algjörlega. Eins og í Ljósbera, snemma, ég byrjaði að skrifa. Já. Og þetta er senan þegar hlutirnir eru að gerast í Hagaskóla. Allt fyrir til andskota sem þau þurfa að flýja. Ok? Það var mjög skemmt. Ok. Bjarni flýr, sem sagt. Og ég er pínu svona, ég veit ekki alveg hvað er að fara að gerast. Já. Og reglan er ekki einu svona komið til sögunar, sem sagt. En það þurfa að vera einhverju fullorðnir með að hjálpa þeim. Það er hugmyndin. Veist, þau þurfa að hafa ykkur aðstóð. Já. Ok. Þannig að þegar hann hleypur út á Hótel Sögu og þar er Sveinn sem sagt þjónninn og hann það er eitthvað Blue to Blue sem að gerir sem sagt og í fyrstu skrifum þá læti ég að gerast þannig að þessi Sveinn er að haga sér eitthvað furðulega Bjarni verður opaslega tortrygginn gagnvart honum, heldur hann sé að fara að gera eitthvað, þannig að hann ítur honum frá sér nema bara óvart þá bara dettur hann niður á svölunum og hrynur niður á Hótel Sögu og deyr. Já, það var upprunlega. Þannig að ég er búin að láta Bjarni að drepa einhvern fullorðinn gæja, einhvern perra og síðan bara er Bjarni að hlaupa í burtu og ég er að skrifa og síðan bara alltaf nei. Þetta gengur ekki. Þetta bara hreinlega gengur ekki. Bara. Það voru konar eitthvað 10 blaðsíður, sko. Það sem að Bjarni var bara í tómu tjóni, sko. Orðin morðingi og er bara að díla við það, þú veist, hvað er ég búin að gera, þú veist? Nei, byrjum upp á nýtt. Það verður ekki svona svaklega, og þá kynnist við Rósu Rasmussen. Já. Og þá byrja hlutir að, það verður þetta aldrei skemmtilegt. En það verður að spyrja út í eitt, af því að þetta tengist þessu þú vorst að segja núna. Þú vorst að skrifa eitthvað, það gerist eitthvað, þú bara, wow, nei, ég þarf að bakka og ég þarf að læra þetta. Já. Er þetta fín lína? Í rauninni að ég veit að þú alltaf ræður, þú ert rithöfundurinn. Ég er Guðinn. Þú ert Guðinn. Já. Ef að karakter að þeir byrja að tala við þig og þeir byrja að hæða sér á sinn hátt. Þeir taka stundu stjórn. Er þetta fín lína? Hvar þú leifir þeim að ráða og hvar þú ræður? Skilur hvað er að ráða? Þú ert auðvitað búin að búa til karakter, skilur. Þú býrð til þennan karakter. Það er að leiðandi
út af því að hann er svona og svona og svona, Mhm. þá mun hann bregðast svona og svona og svona við. Og þú kannski endilega sér það ekkert alltaf fyrir Með mitt. hvernig þannig að, já, En er þetta fín lína? Bara eitthvað svona... hún er bara ósynleg. Já, ég skilji. Já. Og þetta er auðvitað bara þinn gött, þinn svona fílingur sem þú þarft að hafa, og þetta er kannski eitthvað sem er ekki hægt að kenna, þetta er kannski einn af þessu hlutir sem þú veist, okkur getur þú skrifa sögu og ekki ég fílingurinn. Ég meina, þú þarft að hafa bara ákveðin sans fyrir þessu. Já. Þú þarft að finna þetta. Og þetta, kannski snýst þetta ákveðin svona, þú þarft að hafa bara ákveðin smekk. Já, ég skilji. Þú veist, við sjáum það í mörgum bíómyndum þar sem að við erum öskrandi bara á handritshöfundin bara, þú ert bara latur. Eða þá að pródúsentin ákvað að henda inn í ykkur, þú veist, þetta er svona leti í sögugerð, svona cheap aðferðafræði. Já. Skilur ekki hvað ég við? Jú. Svo margt sem að maður bara svona, nei. En stundum hef ég nefnilega upplifað það því að horfa á bíómyndir. Og ég finn bara, þannig er handisöndun að taka fram fyrir hendunar á garðinum. Já. Skilurðu? Já. Þegar það gerist, eða það er svona augljóst, þá kaupi ég ekki það sem hann er að gera. Og ef að kannski handisöndun hugsa með sér, herri, þessi persón þarf að lenda í vesinni og ég ætla að láta hann gera þetta til þess að verða þetta vesin. En ef ég kaupi þetta ekki sem áhorfandi, það er mjög samum hættur sem það lendir í, að ég hugsa mér, þetta er fake drama. Tökum aftur Prometheus. Ok. Þeir eru tveir þarna, þetta er sem sagt fyrsta skipti sem að eitthvað alien creep hérna ræðist á tóka. Þeir eru tveir þarna í einhverjum helli og er eitthvað bara svona, þú veist, þeir eru svo kærulausir, þeir eru ekki að fara vallega, skilur þau? Manst þetta? Já, mér finnst það svo léleg mynd. Hún er bara svo hryllilega léleg. Á svo mörgum sviðum. Já, því miður. Já, og því að þú veist, þetta er proffar að verki. Algjörlega. Já. En já, hvað, það er að koma eitthvað dæmert, þannig voru kærlausir á... Já, nei, þetta var bara svo asnalegt. Og því að, jú, við vissum að á einhverjum tímapunkti þurfti þetta einhver óvart að opna eitt eggið og það þurfti að fara í facehug, þú veist. Við vissum að það þurfti að gerast, en leiðin að því þarf þá að vera raunveruleg og ja, dramatísk og spennu, þrungin spennu. Já. En þarna var bara allur aðræðunaði var bara asnalegur. Þú þarft að búið til spennu. Já, algjörlega. Já. Þetta þarf líka að vera ekta. Já. Og þegar ég segi ekta, þá er að tala um að ég trúi því Já. að þessi karakterar myndu haga sér svona og svo lenda þær í einhverju og ef ég trúi því að þeir myndu haga sér svona og á einhverju vegna þá gerist eitthvað, þá er ég með þeim. Já. En ef ég finn bara eitthvað svona, já, ok, Andersöndur var bara svona, það þarf að gerast eitthvað dramatíst, gerum bara svona og kannski er það eitthvað leiti, því þá ertu kannski ekki búin að vinna heimavinn á undirbúnings, þú ert ekki búin að undirbúta nógu vel eða skrifa þetta nógu vel, þá verð ég bara eitthvað svona, ég tjekka mig oft bara út, sko. Já, en er það ekki á endanum leikstjórinn sem að ræðir þessu öllu? Það er leikstjórinn sem að ákveður hvort hann set bæti inn línum hérna eða sleppi bara þessari senu og vilji fá bara öðru sér aðferðafræði inn í dótari. Jú, ég meina Hlýtur að vera. Ég myndi ekki þola annað ef ég væri leikstjórinn. Nei, þetta er náttúrulega hans. Þetta er hans. Svona, oftast, svo náttúrulega getur verið að einhverjum framleiðendur sem er Final Cut approval, það er ekki allir leikstjórar með það, til dæmis. En jú, það veist, ábyrgðin er náttúrulega, hann er skipstjórinn. Já. Grant Morrison, myndasögu höfundur, einn sá flottasti, hann kom til Íslands menninganótt. Skömmu eftir að hann var búinn að gera The Invisibles. Já. Hélt fyrirlestur fyrir okkur upp í bókasafni Reykjavíkur. Mætir svörtum jakkafötum, snóðkliftur, eins og King Mob, sem sagt, og með kærustuna sína, í svona þrungu latex leður ykkur stöffi maður, svaka skvísa, sko. Er hann svoleiðis, sko? Hann var með, sko, bara sólklirni, þetta var bara svona fílingurinn sem hann vildi búa til. En þetta er 2000, þetta er árið 2000. Sem sagt. Og hvenær er þetta? Mér sko, það var byrjað, fyrsta Spider-Man myndin var ekki komin,
Já, hún er 2002. Þú byrjaðir að gera X-Men, sem sagt. En þetta er milli 2000 og 2002. Já. Og hann var bara að útskýra fyrir okkur. Ok, núna, the suits, they're getting it. Þú veist, gæðinir í jakkafötunum, pródusentarnir, liðið með peningana, þeir eru að fatta þetta. Eitthvað sem að við og þið höfum vitað alla annan tíma. Hasablöður geggjuð. Og þið hafið alltaf vitað það. En af hverju litið niður þau? Hasablöð, er litið niður á hasablöð? Mér finnst það. Já, alveg. Já, það er búið skána. Já. Út af allar sem Marvel-myndur svona, þetta er aðeins búið að... Já, en Marvel-myndirnar spandex myndasugur ekki það besta sem er í gangi. Bara langt í frá. Nei, en er ekki sumir svolítið svona bara að setja allt í sama hatt? Hvað segir? Jú. Tinnabækur eða Watchmen eða eitthvað Spiderman-blöð. Sjá ekki munur á tinna og lukkulaga. Nei. Já, nákvæmlega. En þú skilir hvað við, þetta er svona sett. Ég er ekki að segja allir séu þannig. En þú veist, það er... En sko, hvaða máli skiptir það? Þeir sem skipta máli í þessu öllu saman eru þá listamenn sem að vita hvað þeir eru að gera og kunna búið til góða hluti og síðan þá pródusentar eða þá aðilar með peninga sem eru til í að láta þá fá fullt af peningu til að búið til flotta hluti fyrir okkur. Tökur sem dæmi Lord of the Rings, sem sagt New Line Cinema, bossinn, þegar Peter Jackson og þau koma til hans, já, þú veist, maður pæli að búið til 2 myndir, þú veist, uppur þessu, og hvað? En byrju, er þetta ekki 3 bækur? Jú, okkur gerir þá ekki 3 myndir, og þau alveg bara... Já, ég man eftir að heita þessu sögur. Já. Við þurfum auðvitað að viti, þú veist, það skiptir einhver máli þó að einhverjir aðilar líta niður á hitt og þetta sem við vitum að er bara geggjaða sögur. Þetta snýst bara allt sögur fyrir okkur. Já, ég man bara eftir, ég var einn svona rökraði ég var að vinna með honum og hann er kannski 10 ára eldri en ég, ekki mikið eldri en ég. Og hann var eitthvað að spyrja mig, hvað er það að lesa núna? Þá var ég að lesa á því tímabili í mynd Watchmen, sem hefur fengið verðlaun og er talin vera bara einn besta overage bók sem hefur verið skrifuð. Og það var svona eitthvað, já, ok, þá fekk ég svona svipað eins og þú kannski, hvernig ætlar að skrifa alvöru bók? Hvernig ætlar að lesa alvöru bók? Mér finnst það að vera bókmenntir. Þetta eru bókmenntir. Þetta er mikið að segja mjög vandað. Og það er svolítið svona sanna, svolítið, núna það verið að gera svo margar seríur, bíómyndir, upp úr þessum teiknmyndasögum og fólk kannski horfa á þessar bíómyndir og bara, hvað er geðveikt? Eins og þú segir, já, við vissum þetta fyrir 20 ára síðan. Við höfum alltaf vitað þetta. Það böggaði mig smá. En sko, þetta er svo fyndið út því að maðurinn hefur verið að búa til myndasögur alveg frá upphafi. Hellamálverkin er ekkert annað en myndasögur. Einmitt. Hieroglyfurnar, Egyptaland er ekkert annað en myndasögur. Við höfum búið til myndasögur, að segja sögur með myndum, en núna erum við að segja sögur með myndum og texta, samblandi af því. Og möguleikarnir eru svo miklir. Og þetta er, sko, myndasögur og kvikmyndagerð er óbærslega nátengt. Já, algjörlega. Nefnum bara að ég sem myndasöguhöfundur, ég get haft 1.000.000 alien creeps að vera að skríða eftir einhverju sléttu. Ég þarf bara að nenna að gera svona fullt af alien creeps í einum ramma, skilur. Kvikmyndagerða gæðinni þurfa bara að eyða aðeins meiri pening í það. Já, hvað kostar aðeins meira? Aðeins meira vinna. En eins og með það, teikna. Það er svo risastór partur af teiknum og sögum, eðlilega sem ekki að myndum. Já. En mér finnst ofta eins og það sé, er það ekki eins mikið list eins og að skrifa? Jú, þetta er allt sama list. Mér finnst það. Já. En að því að, skáldsögur... Ég er að kenna krökkum í dag. Ég er að kenna sem sagt 9, 10, 11 og 12 ára krökkum myndasögugerð. Já. Í barnaskóla Reykjavíkur og barnaskóla Hafnarfjarðar. Og það fyrsta sem ég segi við þau er, ég er ekki að vera að kenna ykkur að teikna. Öllum finnst gaman að teikna, eða misgaman, sumir eru góðir, aðrir eru ekki. Ég er ekki að fara að kenna ykkur að teikna. Ég er að fara að kenna ykkur að segja sögu í þessu formi og nota bæði myndir og texta til að geta sagt sögu. Og þetta er erfitt. Ég bara segja við, þetta verður ógeðslega gaman, krakkar, og við eigum eftir að lenda í nokkrum erfileikum.
og aðalega andamáli fyrir þið að ég er að reyna að kenna þeim að búa til handrit, myndasögu handrit. Það er sem sagt rammi 1. En þau eru trikki, sko. Lýsing. Og þá þarftu bara að skrifa það sem að þú ert að fara að teikna. Síðan texti. Þá er það caption texti, eða þú ætlar að hafa hann, sem sagt, ykkur umfjölluna texti, og síðan persónurnar sem er að segja, og þetta, þú veist, þetta tekur tíma. En á meðan þú ert að þessu, þá ert það hægt og rólega að fatta hvernig þú vilt hafa þetta, og síðan getur þú rissað upp rammana við hliðina á, sem sagt, handritinu, og þannig, og þeir sem að gera það vel, og þeir sem nenna þessu, þau alveg brillera. En hinn fara bara beint í að tekna, og ég þá, þú veist, þetta er svo unga, ef maður er ekkert var standið, Nei, þetta er bara gætur á börn. Já, að síðan lendaði í vandræðinu, og því að þau vilja, sko, ég segi, betur, hvað er að gerast þessum ramma? Jú, hann vaknaði og fór síðan út í búð og Svo mikið. Það er alltaf þetta. Já, alltaf svo mikið action. Það er svo mikið að gerist í einu ramma. Þegar þú verður bara einn hlutur gerist í einu ramma. Já. En bilið á milli rammana, þetta litla bil, það getur verið 1 sekúnda eða 1.000.000 ár. Það fer bara eftir því hvað þú gerir í næsta ramma. Algjörlega. Algjörlega brilljant, sko. Og sömuleiðis með bíómyndir. En eins og með það, því ég hef aðeins prófað að fikta við að skrifa handrit, skáldsögu, ekki gefið þetta út, og líka teikmyndasögu handrit. Og það sem ég finnst svolítið skemmtilegt við skáldsöguformið, fyrir utan alltaf, eins og við talum, jú, það þú ert að segja góð sögu alltaf, en það einhvern veginn er ekki, það er enga reglur. Nei. En það eru reglur í handritgerð. Margar. Já. Og líka eins og þú ert að tala ef þú ert að skrifa teikmyndasögu, þú getur ekki haft svona, þetta þarf svona, eins og dialógi þannig að passa inn í blöðrurnar og allt það, og það eru svona meiri reglur. Myndu taka undir það að skáldsöguformið er kannski svona opnast? Já. Þú getur leikið mest með það? Engi spurning. Það er þannig, sko. En þá spyrir maður líka, er það kostur það galla? Því að það er svona, Nei, þú getur gert allt? Það er hvorki né. Sko, þú vilt, og því að sko, þú ert með sögu. Og þetta bara snýst alltaf að við erum með ákveðna sögu. Síðan er það bara, hvernig viltu segja söguna? Hvernig er best að segja söguna? Stundum færður ekki að ráða því. Í rauninni stundum ertu bara þú með ákveðna tegunda sögu og þessi aðferð er best að segja þá sögu. Ég meina, þú finnur það bara sjálfur frá byrjun, tala það. Já, þar kannski kemur þetta stöð sem er ekki hægt að kenna. Það er hægt að kenna það. Þetta er nefnilega svo margt sem er ekki hægt að kenna. En eins og ljósbyrn til dæmis. Já. Hefði alveg geta virkast til þess að? Já, og hún mun alveg geta virka. Sko, ég get alveg ákveðið að gera hana, ég meina, Raggi er geggjaður höfundur, Raggi sonur minn. Hann er góður í þessu. Hann er að dunda við þetta, vísu er hann í HR núna í tölvunarfræði, þannig að hann hefur engan tími í þetta, en eins og hann sagði, hann var komin að góða ferð með þetta, þannig að hann sagði, já, ég sé alveg senu þetta fyrir mér, pabbi, þetta er bara... Er þetta þannig sem teiknumyndasögu sem handrita bíómynd? Handrita teiknumyndasögu fyrir hann. Ég vil sjálfur svona reyna að brjóta niður aðeins bækurnar og búið til handritað sjónvarpsþáttum. Ég veit að það er miklu erfið að fá peninga í það, það er dýrara. En hún þarf aðeins eins og þetta bara ástæðan fyrir því að þetta er trilógía er að þetta þarf sitt rými til þess að búa til svona þessa réttu sögu fyrir þau. Sérðu fyrir frekar í framtíðinni, bara við lefum okkur að láta okkur dreyma, sérðu það fyrir ljós bara frekar sem sjónvarpsseríu? Ég myndi vilja frekar sjá það þannig, já. Ef þú fengir alveg að ráða því, óháð peningum, þú myndi frekar alveg sjónvarpsseríu? Já, 10 þættir, hver bók. Já, og 3 seríur. Já, bara eins og pening. Nei, en skilur, þú veist, þegar þú segir láta sér dreyma, maður getur líka bara plana þetta. Já, ég bara... Út af því að, þú veist, númer 1 og 3, þú verður að hafa trú á því sem þú ert að gera. Algjörlega. Veist. Ef þú er ekki trú á því, af hverju þetta ykkur annar á trú á því? Nei, ég veit. Nei, því ég fór bara að hugsa að því að með bíómyndir, lang oftast, þó að sjónvarpsseríur sé svona flottar í dag og kosta mikið, þá er meiri peningur settur í bíómyndir. Já. Bara svo tökum Harry Potter-seríuna. Já. Ef þú myndi gera Harry Potter sjónvarpsseríu, það ætlar enginn sem það hún myndi kosta mikið á alla myndinar. Nei, og myndi kannski ekki funkar eins vel nefnilega. Nei, þannig að ég bara bæla hvað sást þú fyrir? Já, býtu. Núna þú nefnir Harry Potter. Tökum þá fyrir
sem sagt, bækurnar eftir Philip Pullman, His Dark Materials, Líru og Pantalaimon, hérna, í Gilti áttavitin og hérna, Lúmski hnífurinn. Veist, ertu ekki búin að sjá það, His Dark Materials? Nei, en þetta er ekki HBO? Jú. Nei, ég er ekki búin að sjá. Málið þeir gerðu bíómynd upp í fyrstu bókinni með Daniel Craig og Nicole Kidman. Var hún eitthvað drast? Jú, já, hún var ekki drast, hún bara, út af því að bókin er svo ógeðslega góð. Hún er svo mikil snilld, sko bara, og vísu, í þessu prófmöðu sem ég sýndi þann, mér var líkt við Philip Pullman, skilur. Já, ég var líka, hver er það? Og ég menna fyrirgefðu, ok, takk kærlega. Það er mega hrós fyrir því. Þú trúið ekki hvað það er mega hrós. En eins og ég segi, þeim tekst að gera, hérna, það er sem sagt, ein sería per bók, þetta er 3 bækur. Og HBO, hérna, seríunar eru ógeðslega vel gerðar og til þau gefa þess pláss. Og er alveg flottar, þetta... Já, hefur ekki þið hort á þetta? Nei, ekki. Gaur, þú verður að gera það. Nei, þetta er, þú ert bara eftir, þú sendir mig bara ekki að körfuna bara, þú veist, heim til mín, ég gefi þetta sem þetta, þú átt eftir að vera svo glaður að sjá þetta. En verði að sjá þessu mynd fyrst, tengist eitthvað því? Nei. Þættin að tekla sömu sögu? Já, myndin bara átti að vera fyrsta af 3 og hún floppaði og þá bara hættu þér. Já, ok. Þannig að ef ég get alveg byrjað, alveg sem algjör rúkki í þessu, þá get ég byrjað bara HBO þáttan. Já, en ég myndi mæla með þig frekar, þú myndi byrjaði bara að lesa anskotast bækurnar. Er það, já, þetta er ljósbyrri? Já. Ok. Já, ok. Það eru alveg snild, sko. Það eru alveg snild. Hvað sérst það margar bækur? 3? 3. Já, það er ekki til mynd meira? The Golden Compass, The Subtle Knife, það eru líka til á íslensku. Og ég man, The Amber Spyglass heitir hún á ensku, ég man ekki hvað hún þýtt á íslensku. Þetta er ein saga? Já. Hann hugsaði þetta sem 3-leik? Já. Já, ok. Já. Ok, það er enda hljóma vel, af því að ég byrjaði að lesa Game of Thrones. Já. En hann er alltaf ekki gefið út bók í 10 ár. Ég var búið með fyrstu 2 þegar að hérna 3. serían kom og ég sagði bara, veistu hvað, þetta er svo gott stöf, sjónvarpið, ég nenni ekki að lesa bækurnar. Þetta er í fyrsta og eina skipti sem ég hef ekki lesið bækurnar áður en ég horfa á. Ég gera það sjálfur líka. Ég las fyrstu 3 ár, byrjaði aðeins á 4. bókinni, svo var ég bara svona, nei, ég ætla bara að upplösa sögvíkinu þetta. Já. Og bara fínt. Líka það var lengi að skrifa, maður. Hvað er það samt? Já, hann er bara upptekinn að vera frægur, kannski, ég veit það ekki. Er það ekki bara? Ég veit það ekki. Ég meina, þetta er ekki eins og hann sé að skrifa mesta snildaverk allra tíma, þú veist. En nota bene, að því sögðu, hann er með ógeðslega mikið að karakterum. Og hann, en það tekur tíma að gera þetta vel. Já, ég maður ekki það. Ég var heppinn. Ég var í fyrsta bókin tók langan tíma og þegar ég var bara on again, off again og allt það og hérna á kvöldin og helgar og í fríum og svona, eins og allir bara rithöndar gera. En bók 2 þá var ég heppinn, ég var atvinnulaus í COVID, vorum í aðstöðu þar sem ég gat bara sest niður, klára bók 2. Og það var æðislegt. Ég mun ekki geta verið í sömu aðstöðu þegar kemur á bók 3. Þannig ég þarf að láta þetta ganga upp, sko. En hvaða afsökun hefur það hann? Þetta er góð punktur. Þú kannski að vinna við eitthvað annað, þú ert að reyna að dróða inn einhvern tíma. Já. En eins og Martin, hann vantar ekki pening. It's a lazy bugger. Nei, mér hvað er þetta? Ég veit það ekki. Er hann búin að skrifa þessi búin út í eitthvað hotn og hann veit ekki hvað hann ætlar að gera? Já, kannski. En þú getur aldrei skrifað út í hotn. Nei, þú veist, hvað er þetta? Þú átt alltaf að geta komið þér út úr því. Ég trúi því. Ég var að klára einmitt að lesa aftur yfir bók 2 af þessu mambói mínu. Og ég er svona, já, ok, beti, það eru nokkru hlutir sem ég þarf að laga hérna. Sér fór ég alltaf að hugsa mér, nei, þú varst með rétta hugmynd. Þú veist, það er aldrei síðan ég kláraði að skrifa það, fór aftur í veð, það er gott að láta það liggja þess. Já, ég veit. Nei, þú hafði rétt að hugmynd. Nei, ok, fínt. Höldum bara áfram. Ertu að tala að þegar þú gerir síðan bók 3, að þá er kannski eitthvað sem þú þarft að díla við sem þú gerðir í 2. Ertu að tala um það? Þess vegna þetta vandaði mjög vel að gera 2, út af því að það verður að vera ástæða fyrir öllu sem þú lætur gerast. Já, algjörlega. Já.
Þetta er nefnilega annað svo sem annað leyndamál. Þetta er mjög mikið í handritum í leikhúsi, búið til akkeri. Þú setur akkeri í einhverja atburðarás eða eitthvað sem einhver sagði eða eitthvað sem að mun koma aftur seinna í sögunni. Það kallast akkeri. Er þetta þannig bara svona set-up og pay-off? Já, akkeri. Já, þú kannski setur eitthvað í bók 2 og þú veist að það kannski pay-off því í bók 2. Já, það þarf að vera líka nógu vel gert að það er enginn að fara að gleyma því, sko. Þú veist alveg, já, heyrðu, þetta mun hafa afleiðingar, fílingur. Já, ég skil, einhver ákvörðun eða eitthvað sem einhver tekur, eða eitthvað sem einhver gerir, að þú veist já, ok, þetta getur komið aftan að þeim. Já. En því þú talar um mest áhugaverð, þú varst að lesa aftur í bók 2, og varst bara svona, þú veist, varst að sjá fyrir þér eitthvað, þetta gæti orðið mögulega smá vesen fyrir mig í bók 3. Já. Þetta er bara... En mér finnst það ógeðslega fyndið. Já, síðan verður bara meðvirkur. Hugsaðu það. Þú verður meðvirkur með karakterinu. Þeir eru komin algjörlega djúpt niður, sko. Til dæmis ég var að láta þau rífast hérna, Bjarna og Hildi rífast. Heiftalega, sko, í 2. Og mér fannst það óþægilegt. Og málið, ég skilnaðapatt, skilur, þannig að mér finnst það óþægilegt þegar fólk rífast. Ég fannst að meina það. Ég verð svo, þú veist, maður fyrir þennan hérna bara litli strákur í fílingurinn, þú veist ég alveg, mér finnst það leiðilegt þegar fólk rífast. Og þetta er þína persóna að rífast. Já, og ég bara, og síðan, þannig að ég læt Theodor koma inn, þú veist, hei, krakkar, látið þið ekki svona, þú veist, hei, bara, hvað er þessi? Og læt þá Theodor líða illa yfir því að þau eru ekki gutti, sko. Þá var þetta, ég reynir bara, Theodor var bara ég, þú veist, hei, En pældi ég, það er svo mikið drama. Þetta er svona allt í haustum á rauninni. Já. Jó, getur líka á tölvuskjánum. Gekkja. En þetta er svona svo fyndið. Já, þetta er æðislega. En hversu magnað er eins og núna, því hún er komin út þessi bók. Þú sagði einmitt, tók því með on-off einhvernum pásum, 6 ár. Þetta er langur tími. Já. En núna er fólk að upplifa það sem þú ert búin að upplifa í þessi ár. Já. Hvernig er tilfinningin það? Þú talaðir um galdur. Já. Það er mikill galdur í bókinni. Ja, þú veist, ég held það. Gott og vel. Já. Nei, sko, það aftur á móti er alvöru galdur. Að taka meðvitaða hugsun, mótana, skrifa hana niður og núna snýr nær höfundur í bókina sína hérna á borðinu. Ég ætla að sýna henni í kameruna, þetta bókin, ljósberi. Að koma með, sem sagt, texta, setja þetta upp og hún raungerist í efni sem þínar hugsanir, skapandi hugsanir, raungerast í efnisheimum hérna í þessari bók sem að aðrir eru síðan að fara að lesa og þínar hugmyndir eru núna orðnar að upplifun annara. Ok? Það er svo crazy. Þetta vinnur er alvöru galdur. Þetta er galdur. Það er bara þannig. Þetta er alvöru galdur, en það líka þannig var hérna, tekist á með galdur í gamla daga. Það voru þeir sem voru með upplýsingar. Þeir sem hafðu þekkingu, þeir sem að kunnu ritmál. Þeir voru galdramennir. Þetta er þannig. Þeir sem að byggu til öll þessi tákn. Tákn sem að eru þá hugmynd sem að bak við þetta hérna ákveðna tákn hérna. Þetta er sem sagt hérna, það eru hérna 4, það eru höfuðskepnuðar. Sem sagt, að bak við hérna, táknið höfuðskepnuna vatn er sko óendaleg þekking sem að ákveðnir vita og aðrir ekki. En þú segir þessi galdrar og svona. Þetta er bara pjúra galdur. En ertu að tala um að þetta byrjar í haustum á einhverjum og enda séðan sem með mitt texti, bók, eitthvað slíkt? Já, þetta er ákveðin tegundu galdur, pjúra galdur, alvöru. Og ég heldur hugsað þannig. Og ég er ógeðslega heppinn að geta gert þetta. Þetta er auðvitað, þú færð alveg kikk út úr þessu. Já, þú sem skaparinn. Já, en síðan þetta allt vesinni til þetta mót sem við erum í núna, sölumót. Þú veist, nú er ég bara í því að menn að selja verkið? Já, að selja þetta. Mér finnst það svo leiðilegt. Ég er leiðilegasti sölumaður sem til er. En ég er ágætis pluggari, sko. Það verður að selja. Pabbi minn, Guðlaugur Bergmann heitinn, hann átti eitt stærsta tískuveldi Íslands, fyrr og síðar, Karnabær. Hann stofnaði það og þú veist, það var hefi. Það var rosalegt.
ég var settur í búð á sumrin og bara fljótt tekin úr búðun og settur á lagerinn og því ég var lélegasti sölumaður ever, þú veist, það bara, mér gat ekki verið meira sama hvort að fólk vildi fá eitthvað eða eitthvað. En núna er þetta það er auðvitað annað að selja einhverjar vöru sem í rauninni tengist þér ekkert, en núna er þetta þitt sköpunverk. Er ekkert skemmtilega við að selja það? Eða svona að reyna að koma þig framfæri? Jú, ég bara skil ekki, það er ákveðin kerkja í ákveðnum einstaklingum ákveðinu systemi. Ég til dæmis held að það hefði verið bara engin vandi að fá að lesa til dæmis í skólum. Ég er að upplifa... Ég lesa upp á bókinni? Já, ég er að upplifa ákveðna kerkju hjá sumum skólum. Aðrir taka svo fegins hendi og bara frábært til hamingju, bara kontu, hvenær getum við gert þetta? Og aðrir eru bara, það er áhugavert. Ég held að það hafi eitthvað með það að gera að rithöfundasambandið er með verðtaksta. Það sé bara hreinlega dýrt að gera þetta, en ég meina það er alltaf hægt að díla með það, sko. Það er alltaf hægt að lækka en málið er að peningur er orðið eitthvað vandamál fyrirfram hjá sumum í skólum hvort að bækur sem eru skrifaðar einmitt fyrir úlingarna sem við viljum að fara að lesa meira á íslensku svo sem lestur á ensku hefur ekkert endilega minkað. Heldur ekki? Nei, ég held að lestur á íslensku hefur minkað. Þú heldur það kannski að úlingar í dag þeir séu að lesa en þeir að lesa enska titla? Já. Já. Ég er upplifað það í Nexus. Já, þú ert að fá til þín unga krakka, úlinga. Ég er bara skeptísk, en nota bene, kannski, núna verður ég að fara varlega. Ég meina, ég er rosalega ánægð með það sem ég er búin að gera. Og út af því að ég er nördin sem er verið að skrifa fyrir. Og ég er búin að lesa, ég les. Rithöfundar þurfa bara að lesa og þeir þurfa að skrifa. Algjörlega. Punktur. Og ég veit alveg hvar ég er með þetta. En þess að munurinn á að vera gert á íslensku og gert á ensku er eins og er mikill en eins og strákunir Þórhalli, þekkir ekki Þórhalli í Nexus? Ég þekki hann ekki persónulega en ég veslaði það. Já, hann er flottu, þú veist, bara flottu gæi og hvað heitir hann trommarinn í Skálmöld? Þekki hann ekki. Já, þetta eru flotti gæi. Ég veit ekki Gísli er sem á Nexus, hann hefur komið til mín. Já, hann er topp gæi en eins og þeir bentu bara á Arnaldur líklega slentið í svipuðu dæmi þegar hann var að kjóða með fyrsta svona alvöru íslenska krimman. Já, ég skil. Að fordómarnir voru, krimmi á íslensku, come on. En ég meina, þeir sögðu við mig, ok, en þú ert búin að ná lingóinu, þú ert búin að ná stöffinu, þannig að vonandi ert þú bara Arnaldur. Vonandi bara eru krakkar þá... Já, í þessum gera þá, ertu að tala um það? Já, og vonandi eru þá bara, og því að þú veist, það er fullt af góðum höfundum í gangi sem er að búa til góðar ungmennabækur og ofurnáttúrulega ungmennabækur. Er fullt af því? Já, fullt, ég meina, ég segir ekki fullt, það eru kannski 4-5. Já, sem er að skrifa svona bækur? Já, nefnum bara ég er öðruvísi. Já, meina, það er enginn eins og þú, skilur, það er sem þú hefur. Þú ert Ólafur Gunnar Guðlusson, það er ekki annað þannig. Nei. En þessum er Nexus, þú vorst að lesa þar? Fannst það að hennast vel? Nei. Ég var að slemma. En það? Já. Hefðu þú gert í desember? Já, ég var bara hamra játnuð með að það var heitt út af því að, þú veist, ég fekk velurinn 12 og 8 og ég bara, næstu 2 vikur eftir það var ég bara á fullu. Kom mér í, þú veist, all útvarpin, sjónvarpið að vísa sem er vant að fylgjast með þessu, RÚV sem sagt. Og fjallaði með þetta á hverju ári við hefum gert það núna í dágóðan tíma þau gerðu það ekki núna og þeir sögðu að það hafi verið eitthvað miskilningur fínt, aðeinslegt sko, málið er ég vil athyglinna fyrir bókina ég vil ekki athyglinna fyrir mig Nei, ég skil þig það snýst ekkert það en það að ungt fólk viti að það er bara komin dundugóð bók sem þau eftir að hafa ógeðslega gaman af að lesa og það að vera að lesa er bara ekkert annað en geggjað fyrir okkur, því að það er bara, þú veist, það er svo heilbrigt að lesa. Af hverju er það svona gott, Rók? Jú, þú tengir alls konar, þú tengir heila kveilina, þú ert að búið til alls konar, tengingar, búið til endalausa taugabrautir og góða hluti sem að, hjálpa þér bara að vera til. Sem í rauninni gerist ekki þú horfur á sjónvarp, stafla það, öðruvísi.
það er öðruvísi, þetta er öðruvísi, því að þú ert að lesa texta og þú ert að visualisera sem sagt í haustum að þér. Ímyndar sjálfur hvernig þessi manneskja lítur út og þessi staður. Já. Það skiptir rosalega miklu máli. Það er miklu meiri örfun á myndun alls konar taugabrauta og tala nú ekki að þú ert að getur samsvaraði auðveldi með öðrum, séð sjónamið. Mér veist þegar ég les bækur. Að vísu sjónamið getur við séð og önnur ekki. Já, ég skil. En ég finn það þegar ég les sjálfur, sérstaklega með skáldsögur, það er ekkert teimtsögur, skáldsögur, að mér finnst það einhvern veginn meira nærandi. Þó ég sem er svona, ég er bíókall og eitthvað. Það er eitthvað sem gerist, það er eins og þú segir, eitthvað taugabrautir eða eitthvað sem virkjast. Já. Það er svona velíðunar tilfinning sem fylgir í að lesa góða bók. Já, bara ekkert betra. Og þú getur eiginlega ekki fengið, finnst mér, þessa tilfinningu nákvæmlega eins annars þar. Nei. Það er útrúlega magna. Það er bara þannig. Já. Og ég vil bara segja strax líka við fólk að það eru margir sem hlusta þáttum minn sem eru eldri en 12 ára, sem eru kannski 30 og eldra, sem eiga börn. Og bara, þú veist, þessi bók hún var mitt seal of approval. Og ég keifti hana þér, þetta er ekkert eitthvað, þú gafst mér ekkert bókin, ég keifti bókina þér. Þetta er ekki keypt umfjöllun. Ég vildi gera þetta, ég hafði samband við þig, ég sagði, hey, þú verður að kíkja í þáttum minn. Af því mig langar þessari bók gangi vel, af því ég er sammálaður, mér finnst að krakkar eiga að lesa meira og á íslensku, það er alltaf bara, það er plús. Já, það nefnir líka bara, þú veist, tungumálið okkar er ekkit verra eða betur en önnur tungumál, en aftur á móti sem sagt það er heila brautir, það er taugabrautir sem að sko bara tungumál myndar sem sagt tökum sem dæmi og þetta kannski hljómar og núna kannski er að fremja annað sjálfsmorð en bara þetta er bara ég bara sé þetta svona að það er að sem sagt þú kemur erlendis frá flyst að til Íslands okay? Þú ert býrð þú vinnur borgar skatta það mun vera auðveldara fyrir þig ef þú kynir tungumálið Meinar þú bara aðlaga samfélaginu fá ákveðna tegundur að vinna og hitta þetta það er bara þannig en sem sagt, líka bara það að þegar þú lærir tungumál viðkomandi lands sem þú flyst til þá verður meira íbúið þess lands. Ég er sammála því. Skilur? Já. Þú veist, ef þú sem bara, þú nennir að hanga þetta yfir veturinn, þú borgar skatta og þú talar íslensku, þá skiptar akkurat engu máli hvaðan þú kemur eða hvað er búin að vera hérna lengi, þá ertu bara Íslendingur. Algjörlega. Punktur. Sammála. Já. Ég fekk bágt fyrir að hafa þessu skoðun á ákveðnu tímabili. Ykkur kona að ég hafi sagt þetta og hvað ætlar bara að skilda alla að læra íslensku? Ég vil ekki að skilda þetta en það er bara miklu betra fyrir þau. Þú varst ekki að tala núna að skilda? Nei. Það er bara, þú veist, það bara hvað það gerir fyrir þig sem einstakling. Ef þú ætlar að fara að eiga heima hérna, það bara, það er betra að kunna tungumálið. Og það er ekkert enda bara Íslandi, menn ef þú myndir flytjast til Svíþjóðar eða eitthvað. Eða Kenía og bara læra Swahili og what have you. Og þú myndir örugglega njóta þess betur að vera partur af samfélaginu. Það er pínu no-brainer, sko. Ég er sammálaðir, algjörlega. En eins og þú veist ekki að tala maður skilda fólk þess að læra íslensku. Nei, þetta var, mér fannst attitude hjá konunni mjög skrítið. En þú myndir aldrei tapa á því. Talandi það að einhverja að tala íslensku, ég sletti alveg hræðilega mikið. Það gera flest. Þetta er leti. Fyrir mig er þetta leti. Lítur á þetta sem leti? Já. Og vani að sjálfsögðu. Letin er að leiðrétta ekki vanan. Ég ólst upp á kananum. Ég semst þetta. Hasablöð, ég las Hasablöð og horfði á kanan. Og það var ensku? Allt og ensku. Líka þessast teiknutsöflöð, var það allt á ensku? Það var engin þýðing á þessu. Kemur það mikið setna? Töluvert setna. Er það bara 20 ára setna eða eitthvað? Meira, jafnvel. Svona það er kannski í kringu bara 90 og eitthvað. Já. Það er enda rétt. Það var einhver pressmiðugaur út á landi minni mig, hann byrjaði að þýða Superman-blöð. Já, ég las eitthvað svona íslensk Spiderman-blöð. Já. Köngulómaðurinn eitthvað, en það er auðvitað... Ég sem svo kunni ensku tölvöld betur en íslensku í mjög langan tíma.
Ég lærði ekki ensku í rauninni fyrir en bara í fjórðabekki í MR þegar Guðni rektor var að kenna okkur sem sagt bara Shakespeare ensku. Ég var alltaf með 10 í ensku. Miklu og hryllilegur í stafsetningu af íslenskri, hræðilegur í málfræði út af því að þú veist, ensk málfræði og íslensk málfræði, þú veist, ensk málfræði bara ítir íslenskri málfræði í burtu. Þú setur sagnorð á undan og eftir lýsingarorðum eða nafnorðum og what have you, sko, þetta er bara, og þegar það er verið að lesa yfir handritið mín, það er alveg þokkalega raukt til að byrja með. Er það? Já. Að því þegar ég las bókina, þú náttúrulega gerir mig grein fyrir að búa að lesa þetta ofti yfir okkar, en ég er bara eitthvað, hann er góðan orðaforða, góður í þessu. Orðaforðin er alveg minn og engin spurning og allt það, en ég er ekki sleipast í gæðin í stafsendingu málfræði, sko. En það líka, það er hægt að laga það. Hitt er ekki hægt að laga, sko. Þegar sagan er leiðileg og langdregin og... Nei, það er erfiðara að laga það. Aðeins. En eins og með það, þú talar um þessi, myndur þú segja enn þann dag í dag, þú er einu betri í ensku. Á það líka við ritamál? Nei. Þannig að það er aldrei komið til grein að skrifa ljósbera á ensku fyrir erlenda marka? Ég hef pröfað að skrifa ensku. Og það, þegar menn byrja á því, þá kemstu fljóta því, að þitt fyrsta tungumál er annað en enska. Já, þetta er algjörlega. Þetta er ekki eins fyrir að segja það. Miklu meira trikki, sko. Já. Alveg sem að hversu góður áttu sért. Já. Ég er mjög góður í ensku. Ég er afskaplega góður í ensku. Og alls konar ensku. En, og því þú veist að það er til alls konar enska. Já, algjörlega. En ég pröfaði það og ég fekk bara aulafroll, sko. Fór bara að hlæja, sko. Nei, sleppti, gerði eitthvað annað. Gerði þetta bara í íslensku. Já. En það var, sko, málið er ljósberi og þessi trilógi síðast seðkrattan er í rauninni, sko, trilógi á 2. Ég ætlaði að gera aðra trilógi á undan. Ok. Sem er, sko, pjúra vísindaskaldsaga. Ég bara var ekki tilbúinn. Og til að við erum ennþá að finna upp orð og orðaforða á íslensku þannig að vísindaskaldsagan verði ískrandi kúl, eða svöl. Vísindaskálsugur þurfa að vera svalar. Númer 1, 2 og 3. Talum ekki að gera bara game-óperu. Veist. Akkur verður það að svala? Út af því að það er bara, það þarf að vera eitthvað svona, bara svona tough feeling, skilur við. Þeir sem að vilja fara að skrifa bara Solaris, þú veist, eftir með hvað sem heitir, þeir með að gera það og bara, þú veist, það er hundleðilegt. Vísindaskálsugur eiga bara svalar, skilur. Ég er að lesa Murderbot Diaries eftir, hvað heitir hann, Ann Wells? Nei, Martha Wells, já. Geggjaðar, algjörlega. Er það eitthvað nýtt? Já, þetta er svona tiltölulega nýtt stöf. En er ekki endalist af þessum bókum? Ég er ekki sem allir góðar. En þessi markar er ekki svakalega... Jú, þetta er fullt, en það er ekkert markar sem eru góðar, nei. Nei. Það er, ég er nokkuð góður að sortera í gegna það. Ég sé alveg, veist, þú veist, sem sagt, úrtak úr bókinni, svona skrifa upp svona eitthvað premiss sem er settur upp, og ég get lesa og sagt, nei, engan á þessu. Og maður sér alveg bara hver er... Þú fær oft svona sample, ég nota bara mikið iBooks, ég les aðalega með iPadinu mínum út, ég sé bara eitthvað. Já, því þú getur alltaf stækka letri bara, en það er fljótur að sjá í gegnum þetta. Ertu að tala um að þú getur bara að lesa aftan á bók? Ertu að tala um það? Nei, þú getur fengið sample af hverju bók. Já, í iPad, mér er áður og vestlarana, þá getur fengið smá, ég sér það bara strax. Já, og en hvað er það? Er það bara hvernig rithöndurinn bara skrifar? Já. Sagan líka bara ekki nógu vitiborinn. Málið er, ég er þetta elst upp á sko svona 40s, 50s, 60s, 70s rithöndunum. Þú veist, Robert E. Heinlein, Isaac Asimov. Eitthvað svona legends. Já, bara þú veist, sem viss alveg hvað þeir voru að gera. Og þú veist, eins og Foundation sögurnar hans Isaac Asimov. Nú er búið að gera þær að sjónvarpsþáttum. Ertu maður að horfa það? Já. Mér langast þetta að sjá það. Er það séðlega? Já. Vá. Sko. Þú ert ekki að selja mig það. Já, byrju. Þú þarft að þetta lesa bækurnar fyrst. Ég vil ekki að þú horfir Verði að... Nei, þú verður. Er það? Já.
Út af hverju? Út af því að bækurnar eru þetta bara snildarverk, út af fyrir sig. Og þær eru skrifaðar sko 1950 eitthvað, en það hljómar ekkert eins og það séu skrifaðar 1950 eitthvað. Isaac Asimov var bara svo langt á undan sinni samtíð. Ég bara tímalust, bara mistarverk. Já, algjörlega, og hann er að fjalla hluti sem bara skipta máli og skipta alltaf máli, bara í okkar samfélögum. Sjónvarpsþættirnir aftur á móti, síðan þegar þú þetta gerir þetta sem sagt sjónrænt, að taka bókina sjónrænt og sína, út af við erum að tala aftur komur að því, við erum að segja sögu, hvernig ætlar að segja söguna? Ok, þannig er að reyna að segja söguna í sjónvarpsþáttum. Já. Og þeir lendi í vandræðum. Út af því hún er skrifuð 1950. Hvernig það? Getur það komið dæmi? Það þurfa þeir að sleppa ákveðnum áherslum út af því að áhersluna 1950 eru öðruvísi. Þá þyrftu þeir eiginlega að gera þetta að periódu sjónvarpsþáttum, þar sem að gameskipin myndi líta aðeins öðruvísi út, svona eins og 1950 gameskipin. Já, ég skil. Og að tæknin myndi vera eins og 1950, hugsanlega að tæknin væri í framtíðinni eins og þeir voru hugsaða, sko. Já, ég fatt það. Skilur þau? Ég skil þau. Sko þess vegna 2001 svo mikið groundbreaking dótari á sínu tíma, gert 1969, 8? Já. Að þeir sáu fyrir sér hvað allt er crazy 2001, bara geggjað, og við auðvitað með okkar hallarislegu geimstöðar í dag, með þess að geggjuðu geimstöðar eins og þeir sáu fyrir sér, sko, að Asimov sá fyrir sér ógeðslega cool hluti, en út frá 1950 auganu. Já, ég skil. Og þeir geti ekki gert það í dag, þannig að sagan er öðruvísi, áherslunar eru öðruvísi í sjónvarpsþáttunum, en þetta er samt sem á gott efni, já. Og þér finnst þér skemmtilegt? Já. Þegar ég sem sagt ákvað að henda út því að þetta væri nokkuð líkt bókunum. En áttu erfitt með það, þú er búin að lesa svo mikið og horfðu líka mikið á það með sjónvarp og bíómyndið. Nærða aðskilja? Eða hugsa alltaf með þetta er ekki eins gott á bókin. Shang-Chi. Já. Shang-Chi bíó. Já. Ekki minn Shang-Chi. Hann er ekki hasablaða Shang-Chi sem ég þekki, sko. Nú, ok, fannst það mikil munur? Það er bara, það er ekkert skilt við það, sko. Fannst þið Shang-Chi myndin ekki góð? Nei. Fannst þú bara léleg? Ég þoldi hann ekki. Og þegar þeir klúðruðu Shang-Chi er bara á að vera allt annað. Þeir sem að þekkja blöðin, fyrstu blöðin, og alla teikningarnar eftir Paul Gulacy og Doc Moens textin og allt það. Vita hvað ég er að tala um. Og fannst þú bara alveg missa margs? Það var svo hræðileg. Myndir að ranka hana mjög neðarlega bara af öllum Marvel-myndunum? Já. Já, þú ert þar? Já. Og leiddist þér í bíó? Já. Það er auðvitað dauðasending. Það er dauðasending. En ég skal alveg viðurkenna að ég er auðvitað með massífa fordóma að það, sko, því að minn Shang-Chi, minn hasablaða Shang-Chi er miklu svalari. Miklu meira cool og miklu meira svona zen-feelingur, sko. Opaslega svona, þú veist, og pappans, sko, er ekki einhver stúpid gæi eins og er þarna í þessari bíómynd. Pappans er Fu Manchu. Þú veist, Fu Manchu var bara aðal gula hættan, sko. Upp úr, sko, 1920 bókmyndunum, þú veist, bara The Yellow Peril, þú veist, The Mandarin Fu Manchu, þú veist, og allt. En þurftur ekki að breyta þessu eitthvað eins og í sambandi við... Okkur? Var þetta ekki eitthvað svona rasíst eða eitthvað? Ég er bara að spyrja, ég þekki ekki nógu vel. Nei, ég meina þessi gæi sem átti að vera pappans þarna, hann var einhver svona kínverskur strísara. Já, en þeir breytist það ekki í sögunum. Þess að í nýrri eitthvað, ég þekki, ég er segið ekki skjátt það. En ég verði að spyrja út í Marvel. Já. Af því að þú lasti mitt mörg af þessum gömlu blöðum. Og ég á þau. Áttu ennþá, þú sagði mig, áttu ekki 7.000? Cirka bát 67. Já, það er rosalega sætt. Fullt af orginalblöðum, sko. Hvernig finnst þér yfir höfuð þetta Marvel-dæmi? Þetta MCU, nú Marvel Combat, fílg seria, bíómyndum. Hvernig er þetta að fíla? Ég er búin að vera að fíla þetta bara helviti vel, þar til eftir Endgame. Finnst það að pompa niður? Já, með Black Widow, hún var fín. Veist, ég þurfti ekki að... Ég bara skemmti mér. Sjónvarpsþættirnir, sem sagt, WandaVision og Loki, hrein og tær snild.
Falcon and the Winter Soldier hræðilegt sko, það svo slæmt, það eins slæmt og hægt að ímynda sér bara ekki gott, þeir klúðruðu bara góðum mögulegum. Ertu búin að sjá þetta allt? Bara? Ég búin að sjá, ég horfa á allt og við skulum ekki tala um Eternals. Nei, býðum aðeins með það, ég átt að sjá hana. En eftir Endgame, fannst þú að finna fyrir eitthvað svona... Nei, ég var bara spenntur að býða eftir næsta kapla. Og... Er þið eitthvað limbóð núna? Endirinn á Shang-Chi, þú veist, post-credit-dótarið, gefur góð fyrirheit, post-credit-dótarið og endirinn á Eternals, og Eternals. Ég er ekki að litla um Eternals. Hún bröðrísi. Hún eiginlega ennþá að gerjast í mér bara. En það gefur góðan premiss það sem að fara að gerast. Og þegar við erum með þetta fara vonandi bara meira í svona kosmist stöf, þó að Thanos þetta hafi verið mjög kosmist dæmi. En Thanos bara sko skáti með að við aðra vonda gæja sem eru þarna, sko. En er ekki að stefna með einhverju Galactus, Silver Surfer? Vonandi. Og Multiverse pakkinu þetta, ég meina Doctor Strange, og bara stikluna sem við sjáum úr Spider-Man No Way Home. Þá, sástu það sem búið að leka nýlega? Já, en ég vil ekkert sjá þetta. Já, menn, það rosalega. Þetta verður meiri átt. Já, en eins með það, hann lekur eitthvað, hvort það eitthvað senur eða eitthvað myndir. Já, ég hræðilegur í þessu. En er þetta ekki leiðinlegt? Viltu ekki upplita bara í bíó? Jú, ég er svo... Þú skoðar það allt? Já. Engar sjálfstjórnar kemur þessu? Hver þar sjálfstjórn í svona mál? En er það ekki leiðilegt að þú sér síðan Spider-Man? Og það er kannski búið að eyðileggja fyrir margar svona... Nei, það er ekki búið að eyðileggja. Ég meni, ég bara fyrst. Þú bara nörd sem spennt. Já, þetta er bara, it's all good. En af hverju DC ekki að ná því saman á Marvel? Af hverju er DC ekki að ná því saman á Marvel? Af hverju er þeir ekki að gera það? Ég spyr þig. Hvað er að þeim? Þú ert gestur með, þú voru að svara þessu. En sko, ok. Þú er vantilega eitthvað pælt í þessu. Já. Og fylgst með þeim líka. Já. Hvað er mál? Nei, ok, sko, burt séð frá, við byrjum bara á, sko, eðli, karakterana. Að, sem sagt, þú ert með Superman, líklegast leiðilegast ofumenni sem til út af því að það er ekkert sem hann býtur á hann nema að þú sért með Kryptonite. Já. Bara hundleiðilegt fyrirgeði. Þér finnst það er ekki drama? Ekkert mannlegt? Nei, guð minn góður, en aftur á móti, þú veist, Grant Morrison, minn vinnur, hann gerði All Star Superman sem voru alveg geðveikasögur, æðislegar. Það sem hann gerði hann eiginlega human, sko. Mjög gott. Þú þarfti með að geta resonerað, en þú gerir það ekki við einhvern guð. Ok? Batman. Ok? Það er pínur svona one show pony með hann greið, því að það er bara, sem sagt, Batman er geggjaður og í rauninni var það Frank Miller sem að býr til Batman upp á nýtt í rauninni með Return of the Dark Knight blöðunum. Já, sem við þekkjum í dag. Hann endurskapar Batman. Þessi típa af Batman sem við þekkjum núna. Og samt sem aður, one show pony, það er bara, ég vil bara allir vondugaðir, ég vil bara taka þá. Þú veist, það er ekkert einkalíf Bruce Wayne, það sem hann er eitthvað, þú veist, ykkur vesinni með ykkur píu eða eitthvað, þú veist. Multimiljónar. Já, og það er ekkert, ok, Wonder Woman, það er bara eitthvað fyrirbrigð út af fyrir sig sem er bara við enga megin resonerum við því að hún er ekki raunveruleg. Það er ekkert raunverulegt við Wonder Woman. Ok? Tala nú ekki upprunarsögun hennar sem er dálítið kinky þegar við förum út í það með höfundina henni og konundunarnas tvær og allt það. Og bondage dótari. Hún er líka með lasso og Já, ég menna það, veist. Ok, býtu. Þú ert með þess svona típur sem kemur Green Lantern og allt þetta. Sér fyrir því Marvel. Og þar ertu með Peter Parker sem að út af því að hann gerði ekki neitt þá frændastreipin og hann tekur ábyrgð. Þú ert með Fantastic Four sem er fjölskylda og er í fjölskyldu erjum allan tíma. Þú ert með Hulk, Bruce Banner sem er að berjast við sinn innri djöful og allt það. Þú ert með sápuóperu versus bara enga sögu.
Sápóperur, fólk elskar sápóperur. Það er áframhaldandi saga sem að resonerar við okkur venjulega fólkið. Það er Marvel, DC, ekki svo mikið. En er það bara þetta eru algjör guð? Geta þeir ekki gert eins skemmtilegar og góðar sögur. Og þeir hjá DC í kvikmyndunum, þeir taka sjálfa sig allt og alvarlega. Að meðan að Marvel náði jafnvæginu. Já, þeir náðu jafnvæginu. Þeir föttuðu jafnvægið. Guð minn góður, til dæmis, ég var að hlakkaði mikið til að sjá Zack Snyder versjónuna af Justice League. Fannst hann ekki góð? Ég fíla. Hver margar svona slow motion senur þetta að vera í. Hann missir sér svolítið í því. Og einmitt, öll þessi drama, þú veist. Í staðan sem bara, veist, hei. En mér fannst gaman samt að sjá Superman koma betur út. Öðru séðan maður hvernig þeir tölvugerðu á honum í rauninni. Já, og þegar hann var að leika í Mission Impossible myndinni. En þú ert líka að tala um mann, ég hef alltaf fílað Superman. Já. En ég er í miklu minnulegt að finnst mér. En af hverju lifa þessi karakterar? Eins og þú segir, ef þetta er eitthvað svona, við erum með að tengjast þeim og eitthvað. Já. Superman er alltaf ennþá Superman og Batman ennþá Batman. Ég misti mjög fljótt áhuga á þessu allir saman. Fyrir mér var til dæmis Sandman þegar hann kom, að það var bara himnasending. Djúpar geggjaðar sögur, eða allt sem Alan Moore gerir. Allt sem Alan Moore gerir, bara snildin einn. Sandman snild. Ég verður ekki, ég datt nú ekki, ég reyndi eitthvað að lesa það, þetta var ekki alveg fyrir mig. Í alvöru? En ég var reynda tvítur eða eitthvað þegar ég reyndi að lista. Kannski er ég. Var það þroskaður í dag? En eins og Watchmen, hvernig er þetta súbók? Jú, ég meina, geðveikt. Hvernig er þetta myndin? Hún var fín, já, hún var bara mjög fín. Sástu þættina? Já, geggjaðir. Já, og þú fannst þig góðir? Geggjaðir. Já, mjög stund heldur vel það var bara Damon Lindelof. Já, vinnu þeir. Hann er auðvitað bara snillingur. Hún tókst að gera mjög góða hluti með það. Og síðan segja, hei, fyrirgeðu, ég er ekkert að vera að gera eitthvað meira. Við getum ekkert gert eitthvað meira. Nei, mér varst það geggja hann. Já, það var frábært. Hann sagði byrli bara, ég setti alltaf mínar hugmyndir í þessu seri og þetta er bara búið, skilur. Hún bara stendur og fellir með sögur. En nú aftur, allt bara saga. Grunnurinn að öll, sagan þarf að vera góð. Þú last formúlunni í bókinni. Já. Móður mín er skegn. Já. Ég elst upp við það að móður mín talar við dáið fólk. Þannig að ég hafði 2 valkosti. Að annarkvort trúa mömmu minni eða halda hún væri bara geðsjúk kona. Ég held, orðaður ekki með þess að þannig í bókinni? Það er þess að 2 valkosti. Já. Og ég ákvað bara að trúa móður minni. En það leiddi til þess að ég hafði bara rosalega áhuga á öllu sem að við kemur andlegum málefnum. Ég er 11 ára gamall þegar ég les indverska heimspeki eftir Gunnar Dahl og þeir sem að þekkja indverska heimspeki vita hver djúp súbók er. Það að ég náði bókinni. Það er bara... Já, menn þú skildar hana. Ég skildar hana, 11 ára. Ég hef alltaf haft mikinn áhuga á frúmálum og ofurskilvillegum, ekki yfirskilvillegum hlutum, heldur ofurskilvillegum hlutum. En þú sérst trúur á drauga? Væntanlega. Nei, ég veit að draugar eru til. Já, þú meina það. Þið finnst það bara staðarind. Já. En hvað segir þú þá við fólk? Þú væntanlega spjalla við alls konar fólk. Þetta. Já. Bara eitthvað, nei, ég trú ekki drauga og bara þegar ég dey þá er ég bara mold og... Já, nei, ég er alveg hér með, sko. En skilur fólk sem trúur ekki á neitt? Já. En málið er, ég bara líti á þetta þar. Ég er ekki gangandi efnafræðisett. Og mín meðvitaðar skapandi hugsun er ekki aukaafurð af heilastarfsemi, efnislegri heilastarfsemi. Nei, þú trúir á hitt. Ég er, já. En notabene, minn Guð er ekki einhver gamall kall með sítt skegg upp á himnaríkjum og það er ekki til djöfullinni í helvíti. En þetta er alltaf aðeins stærra og meira. Og því að alheimurinn er dálítið stór, veist, þú kannski tekið eftir. Já. En eins og líf eftir döða? Já. Hvað gerist? Ég meina, ég trúi á endurhólkun. Ég líka? Já. Ég er ekki spenntur, ég líka. Já, hei! Að ég stundum fann maður bara svona, já, ok, veist þú, það er allt í góðu, fólk má trúa þess að vil trúa. Já. En mér stundum þegar ég hitti fólk sem að trúi ekki á neitt, bara ekki neitt. Nei.
og algjörlega þeirra réttur, en mér finnst það stundum vera svona ég vil ekki trúa að lífið sé svona tilgangslust einhvern veginn. Já, það er nefnilega sko, hefur lesið hérna, hvað heitir hann? Dyson, hvað heitir hann? Dyson? Hann er svona efnishyggjumaður, alveg pjúra efnishyggjumaður. Nei, ég er ekki fórt hérna. Skýrtímanni. Screw him. Það er hérna, sko, málið er að skammtafræði er að sýna okkur að okkar meðvitað hugsun hefur áhrif á það hvernig efni hafa sér. Í smæstu eindum. Já. Þú hefur lesið það, eða ekki? Nei. Hefur ekkert lesið til skammtafræði, quantum physics. Nei, af því það hljómar eins og þetta sé eitthvað sem ég skil ekki, sko. Jú, þetta er nefnilega frekar einfalt, sko. Já. Tökum sem dæmi að hefur heyrt Schrödinger's cat, kötturinn hans Schrödinger. Já. Schrödinger var sem sagt skamta, var sem sagt eðlisfræðingur sem var í skamtafræði. Það sem að mjög stuttumáli, takk ég vel eftir, að sem sagt eðlisfræðingar gerðu tilraun þar sem þú voru að skjóta ljóseindum á ljósnæman flöt og höfðu stál hilki fyrir með tveimur svona lóðréttum götum. Þannig að þeir skutu ljóseindunum í gegnum þetta hilki og þá sem sagt röðuðust eindirnar í svona tvær lóðréttar súlur á þessu ljósnæma pappír, alveg svo mynstrið á hilkinu var, því sem var fyrir. Já. Eðlilegt. Já. Við myndum að halda þetta. Make a sense. Make a sense. Okay. Þetta er þegar þeir fylgdust með tilraunni. Sem gerðu þeir nákvæmlega sömu tilraun og enginn fylgdist með þeirri. Já, ég hef heyrt þetta. Og þá fóru þessar ljóseindir út allt. Nákvæmlega sama tilraun. Það er fríkín. Nei, þá höguðu þær sér í bylgjuformi og bylgjuform er semst hið óræða ástand alls efnis áður en það fer í eindarform. En það fer bara í eindarform þegar það er fylgst með því. Þannig að allir möguleikar eru mögulegir þar til eitthvað er ákveðið með meðvitund. En það meikar eiginlega ekkert sens af því að ertu að segja mig það að... Nei, ég ætla ekki að reyna útskýrt og síðan er það þannig. Og þannig að út frá því, þá var það þannig að Schrödinger bjó til kassa. Og hann setti ákveðið efni í kassan sem hefði eiturefni sem myndi triggerast ef að kötturinn sem setti ofan í kassan með eiturefninu ef myndi íta á ákveðin takka og þá myndi eiturefni lásast og leðingi og kötturinn myndi deyja. Síðan lokaði hann kassanum og sett hann þarna og horfði síðan á kassan og niðurstaðan var svo að kötturinn var hann lifandi, það var spurning var kötturinn dáinn, það var spurning við vissum það ekki, við sáum ekki köttin og allir möguleikar voru í boði þarlegandi, ergo kötturinn var bæði lifandi og dáinn samkvæmt þessu það er bara þannig. Nú þarf þú að tala og ég get ekki, það er ekkert verra í útvarpi, þú veist að það heyrist ekki neitt. Já, ég alveg bara, þetta er ekki útvarpsþáttur. Já, kötturinn var semst í state of flux. Já, það er semst í óskiljirtu ástandi. Já, óskilgreindu ástandi. En þegar hann opnaði kassan, þá var hann eitthvað lifandi að döður. Já. Hvort var hann? Já, hann var bæði lifandi og döður. En er það samt ekki bara þegar kassan er lokaður? Jú. En svo þurfum að opna kassan? Þá veistu. Og þá fylgistu með eða hvað Þetta er orðið hefði Descartes sagði ég hugsa þessna er ég það ekki? Jú ég myndi ekkert hver að sagt það en ég hef heyrt þetta ergo sum cogito ergo sum á latínu þýðir ég hugsa þess vegna er ég okay? En samkvæmt okkar dæmi sem að trúum því að hugurinn sem sagt og meðvitundin er uppbrunni alls efnis sem sagt, bara á alheimsvísu og þá hefur við alheimsvísu að þá er það optó ergo sum ég vel þess vegna er ég það er ekki nóg að bara hugsa þú þarft að taka ákvörðun og gera eitthvað þess vegna var ég að segja við þig
þín meðvitaða hugsun, þín hugsun, þín meðvitun skapar þinn raunveruleika. Út af því að þú velur. Við erum alltaf að velja. Algjörlega. Alltaf. Alltaf. Finnst þú ekki, árið þetta svona líka að þú verður að taka ákvarðanir að gera eitthvað. Að ég oft upplega bara sjálfur, og ég held að flestur upplega þetta líka. Ef mér líður kannski eitthvað illa, eða maður eitthvað down og það eitthvað svona óvissa, eitthvað svona að trufla mann. Og þú kannski veist ekki hvað að gera og hvað að gera. En leiðu þú tekur ákvörðun, þá líður maður betur. Þá ertu búin að búa til ákveðin raunveruleika. Já, það sé eitthvað svona náttúrulegt bara. Þú verður að taka ákvörðun og þá hérna búm. Herru, fyrir maður slútt þessu, Ólafur, hausinn á mér, ég bara... ég að meðtaka allt sem þú sagði í lokin. Við skulum enda því að sjálfsögum mælum að fólk kaupi sér ljósbera, eins og við talum við þættinum. Geggjubók. Hvað er þetta að kaupa hana? Er þetta bara í öllum bókabúðum og bónus? Ég held það. Veistu það? Það er ekkert komið í bónus og sem enn þá, en ég meina... En fyrir jólvæntalega, eða hvað? Já, ég meina þetta mun vera allstaðar. Þetta er bara... Þessi bók fekk íslensku barnabókaverðlaun, þá er hún til allstaðar. Það er bara þannig. Og þetta er bók fyrir alla. Ég segi bara alla. Það er líka, það er efni í þessari bók og atriði sem kom mér á óvart. Að því ég var bara eitthvað, vá, þetta er alveg nokkuð brútal, sko. Þetta er ekki, mér finnst ekki barnabók. Nei. Alls ekki. Þetta er unglingabók. Já, og þetta er líka bara... Fyrir unglinga á öllum aldri. Já, það er góð leysing. Fyrir unglinga á öllum aldri. Ég býð spenntar eftir sjónvarpsseríunni. Já. Við erum að hendi svo til kosmosið. Já, algjörlega. Ljósberi og hina tvær verða einhvern tímann að seríum. Já, það er planið. Það er planið. Það er bara planið. Herra Ólafur, bara takk kærlega fyrir að koma. Takk kærlega fyrir mig.